Fundur settur í umhverfis- og samgöngunefnd. Ég bjóða velkomin á fundinn Friðjón Einarsson frá Reykjanesbæ, Kristján Þór Magnússon og Gauk Hjartarson frá Norðurþingi og Margrét S. Þórólfsdóttur, Einar Má Atlason og Þórólfur J. Dagsson frá andstæðingum stóriðju Helguvík. Komið öll sæl og velkomin. En efni þessa fundar málefni kísilvers í Helguvík. Gert ráð fyrir að þessi liður fundarins verði í klukkutíma eða svo og verði lokið eigi síðar en klukkan 10. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að Andrés Ingi Jónsson sem óskaði eftir fundi málefni fær fyrstur orðið og að því loknu gefst nefndarmönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndarmaður fær orðið. Það er að segja að gestirnir munu fá að hafa sína stuttu framsögu áður, en svo mun hver nefndarmaður fá möguleika á að spyrja gesti fundarins út í málefnið, kjósið það, að gera það og svara eftir hvert skipti. Nefndarmenn beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skuli nefndarmenn einvörðungu beina spurningu til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar málefni efni fundarins né efna til umræðu fundarefni sín í milli. Nefndarmenn og gestir eru jafnt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Þannig að ég gef þá bara Andrési Inga orðið, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og takk öll fyrir að komast. Við þekkjum nú ágætlega kannski forsöguna varðandi kísilveri í Helguvík. Þetta eru dreggjarnar af stóriðjustefnunni sem var rekin bæði á sveitarstjórnarstigi og hjá ríkinu á árum áður en kannski frekar hægt að kalla þetta timbumenn sem þarf aðeins að hrista úr kerfinu. Þetta kom í fréttir núna eftir áramót náttúrulega vegna þess að eigandinn að reyna að koma þessu þrotabúi í verð og þá mögulega að horfa á að opna reksturinn aftur þvert á það sem virðist vera vilji heimamanna. Það er nú ákveðin viðsnúningur á viðhorfi bæði kjörinna fulltrúa og meginþorra íbúa bara frá því sem upphaflega var. En þá hefur einmitt komið fram í fréttum að sveitarstjórnarfulltrúum finnist þau kannski ekki hafa þau verkfæri sem að þau vildu hafa til að geta náð utanum hagsmuni og vilja íbúana í þessu máli eins og vera ber. Þannig að það veri áhugavert að heyra frá okkur. Við erum með í þessum hluta fundar þrjú ólík sjónarhorn. Það veri kannski ágætt að heyra fyrst frá andstæðingum kísilvers í Helguvík sem að gætu þá farið yfir bara forsöguna og hvernig álit íbúan og ráðamanna hefur breyst og annað sem að ykkur þykir þurfa að fara yfir. Og síðan sveitarstjórn bæjarfulltrúa frá Reykjanesbæ sem að bæjarstjórnin hefur alltaf breyst mikið á þessum tíma og á sínum tíma var bæjarstjórn mjög áfram stóriðjuframkvæmdir en hefur núna snúið sér frekar að grænni uppbyggingu á þessu svæði og heyra frá ykkur hvernig þið lítið stöðuna núna og hvað það er sem að þið þurfið til að geta haldið áfram. Og síðan erum við með fulltrúa frá Norðurþingi sem að er með annað kísilver sem að virðist ganga öðruvísi en það sem er í Helguvík og það verður áhugavert að heyra bæði hver reynsla samfélagsins af sambýli við kísilveri þar hvort þau kannist við það sem Reykjanesfólkið lýsir og svo kannski bara hvernig framtíðar hugmyndir Norðurþings varðandi svæðið á Bakka eru, hvort að þar sé ekki frekar verið að líta á græna uppbyggingu líkt og suður frá. Já, þannig að þetta er í rauninni uppleggið hjá okkur að þið farið yfir það sem að þá forsögu sem að við erum að skoða og hvernig við getum unnið okkur út úr ástandinu sem er í dag og fá þá ykkur í íbúasamtökunum til að byrja. Já, kannski bara rétt að ég byrji. Takk fyrir þetta, Andrés. En Einar Már heiti ég, Atlason, og formaður andstæðingastóri í Helguvík. Og við erum náttúrulega bara íbúasamtök sem höfum það að markmiði að við viljum ekki, erum á móti þessari uppbyggingu á kísilveri í Helguvík bara eftir ömurlega upplifun af þeirri
vegferð sem var farin í hér í Helguvíkinni með United Silicon og það alveg okkur enn í fersku minni hvernig það fór allt fram og hvaða áhrif hún hafði á lífsgæðan okkar. Við erum með ótal sögur frá fólki og börnum sem urðu fyrir áhrifum mengunar að þeir völdum þessa kísilvers. Þannig að við erum svona einhvern veginn að ferðast eftir í tímann fyrst mér með þessari vegferð sem komin á stað allt í einu núna aftur. Þess að sko, það allir að tala græna framtíð. Við erum öll að tala það að við erum að minnka losun koltvísýrings út í loftið, andrúmsloftið. En á sama tíma erum við að tala það að við erum að fara að bæta við einhverju skrýmsli sem að brenna, ég veit ekki hvað, 500.000 tonnum af kolum og viðarkurli á ári. Í einhverju framleiðslu á málmi sem við þurfum að vísa að halda kannski á einhverju leyti en þarf það að vera ofan í okkur íbúum. Þetta er svona svolítið barsis tíma finnst mér að hafa þetta þarna og við þurfum bara að finna þessu einhvern annan stað held ég. Bankinn fer háfleygum orðum umhverfisstefnu sína á heimasíðu sinni. Þetta er svolítið svona ég veit ekki eiginlega hvernig ég á að orða þetta. Þetta er svolítið svona einhvern veginn í andstöðu við allt sem þeir eru að tala á heimasíðunni, hversu grænir þeir eru og þeir finnst mér einhvern veginn ekki geta fría sig þeirra ábyrgð á staðreynd að hann að tróða mengandi stóriðju ofan í kokið á okkur íbúðum hérna á Suðurnesjum. Og það er ekki bara hér í Reykjanesbæ, við erum að tala garð og Sandgerði og það er fullt af fólki hér á Suðurnesjum sem að tala að hafa fundið fyrir þessum óþægindum af þessu kísilveri þegar það var starfandi. Við erum með marga samverkandi þætti hérna í mengun, við erum með flugvellinn og margt annað. Hvernig verður það þegar þetta bætist við ofan á það? Það er þingsályktunartillaga í gangi skilst mér núna það sé verið að fara í rannsókn á tíðni krabbameinis á Suðurnesjum. Þó að lyktin finnist ekki, að þá er mengunin samt til staðar held ég. Ég meina, við höfum eitthvað vissu fyrir þessu. Þetta er bara allt rangt við þetta og við erum með bæjarstjórn með okkur í málinu núna sem er kannski viðsnúningur frá því hvernig það var hérna áður fyrr. Og við stöndum við hlið bæjarstjórnar í þessu máli líka. Þannig að þeir hafa íbúana með sér gegn þessu. Við erum með fjölda umsagna fólki frá hvað áhrif þetta hafði á líf þess. Frá börnum og annað. Þannig að þetta er frekar svona, skref aftur á bak finnst mér. Það er kannski einhver annar sem hefur eitthvað meira að segja það. Já, við svo koma aftur eins og menn koma spurningar og annað og þá gefst tækifæri að koma frekar inn ef við gefum þá Friðjóni orðið, núna ekki svo vel Friðjón. Góðan daginn, takk fyrir að bjóða mér. Svona stutta útgáfan í þessu er að við erum kannski að horfa á 30 ára sögu stóriðju á Reykjanesinu sem er stór saga mistaka og brotin á loforða og þetta er frá tímum 2002 þegar stálpípuverksmiðjan átti að koma í gang og síðan 2006 þegar álverið átti að koma og síðan 2 kísilver, auk fleiri vera. Í okkar huga sveitarstjórnarmanna hérna á Suðurnesjum að þá er áberandi athafnaleysi ríkisins ámælisvert í þessu, engin stuðningur til sveitarfélagsins eins og þeir hafa meðal annars veitt á í Norðurþingi og samfélagið eftir þessa 30 ára sögu hefur glímt við fjárhagslegar afleiðingar og svona til upplýsingar að þá voru skuldir hafnarinnar fyrir ári síðan 9 milljarðar og neikvætt eigið fé tæpir 6 sem er allt afleiðing af þessari stóriðjustefnu sem hófst hérna fyrir 30 árum síðan. Við höfum ekki fengið neina aðstoð með þetta og samfélagið hefur glímt þetta sjálft og gengið ótrúlega vel að ná utan fjárhagslegar afleiðingar og okkur finnst kannski tím til komin að við hendum þessari stefnu og byrjum að hugsa upp á nýtt. Kísilver Arion banka sem hóf starfsemi sína fyrir nokkrum mánuðum síðan reyndist okkur því miður mjög illa og það voru ákveðnar væntingar bornar til þess að hönnun væri í lagi sem var ekki, mengunarmál átti að vera í lagi sem var ekki og með ótrúlegu stuðningi íbúa og síðan umhverfis
stofnunar tókst okkur að stöðva þetta kísilver og í dag það þannig að við höfum gert kannanir meðal íbúa í nokkur ár og þar kemur alltaf í ljós að yfirgnæfandi meirihluti íbúa alfarið á móti þessari verksmiðju og rekstri hennar. Við höfum tapað miklum peningum á kísilverinu. Það ekkert samkomulag við Reykjanesbæ að neinu leyti við Arion banka í dag, hvorki varðandi höfn eða sveitarfélagi. Við höfum tapað útistandandi skuldir núna kring 300 milljónir eftir kísilverið. Og eins og staðan orðin í dag að þá allir 11 bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar sammála það að best væri að þessi verksmiðja færi ekki aftur í gang. Við höfum komið þeirri skoðun á framfæri við Arion banka og óskað eftir samstarfi atvinnumál og atvinnuþróun í Helguvík á öðrum forsendum heldur með kísilverið. Því miður hefur það nú ekki gengið eftir en ég vona nú að bankinn sjái það að það kannski sú framtíð sem íbúar og sveitarfélagi vill hafa hérna. Það bara þannig að reynsla okkar af þessu verkefni því miður á þann veg að það engin möguleiki að ná sátt við samfélagið hérna í Reykjanesbæ. Og Arion banki hlýtur að sjá það sem íbúar og stjórnendur sveitarfélagsins öll í sama liði í þessu. Ég hef hitt fjárfesta sem hafa sýnt áhuga á því að kaupa þetta ver og setja þetta í gang og við höfum komið því til skila hver áhugi okkar Þannig ég veit ekki raunverulega stöðuna eins og hún í dag. En aðeins að tækjum eins og Andrés nefndi áðan að möguleikum sveitarfélagsins það snýr bara að skipulagsmálum á lóðinni í Helguvík. Annað höfum við í raun og veru ekkert að gera með þetta ágæta kísilver. Það í höndum skipulagsstofnunar og umhverfisstofnunar. Þannig að það fátt sem við í raun og veru getum gert nema að það var á skipulag lóðarinnar. En hingað til höfum nú ekki fengið nýjustu teikningar af nýrri verksmiðju, þannig að ég get ekki svarað til það hvernig það stendur. Takk. Takk fyrir þetta, Friðjón. Og þá vil ég gefa fulltrúum Norðurþings orðið. Kristján Þór. Já, komið sæl og blessuð og takk sömuleiðis bara fyrir að bjóða okkur. Við, Andrés kom svo sem ágætlega inn á það hérna í upphafi, að því betur þá held ég að við þurfum ekki að deila upplifun okkar sambærilegri og í Reykjanesbæ. Ég held í og með, eða það allavega hjálpaði okkur í ferlinu, þó að það sé kannski erfitt fyrir þau í Reykjanesbæ að heyra það, en það hjálpaði held ég okkur að treysta á ferlið, að stofnanirnar okkar, skipulagsstofnun og umhverfisstofnun og aðrir voru sannarlega á tánum í ljósi þeirra skakkafalla sem var búið að upplifa að væri að eiga sér stað þarna í Reykjanesbæ. Og það svona alveg klárlega ýtti undir það að íbúar sem að hafa í sjálfu sér frá upphafi vega verið mjög hlynntir því að uppbygging á Bakka færi fram, að það svona hjálpaði fólki að treysta á það ferli, og í sjálfu sér erum við bara í stóru myndinu mjög ánægð með hvernig til tókst. Félagið sjálft, PCC, var mjög duglegt í að upplýsa íbúa þessi áform sín í ferlinu og það var ekki mikið upp á það að klaga, og sömuleiðis núna eftir að mann fór að framleiða málminn á Bakka, að þá hefur félagið sömuleiðis verið duglegt að upplýsa ef eitthvað hefur farið úrskeiðis í verksmiðjunni. Það hefur auðvitað verið dálítið þyrnum stráðreyndar þetta tímabil, þessi 4 ár núna frá því að reksturinn hófst. Þetta gekk mjög bröslega og fyrir vikið urðum við þetta vör við
af og til við reyk og lykt inn í bænum, en ég held að ég hef ekki heyrt neinn lýsa nokkru sambærilegu og maður heyrði íbúa Reykjanesbæjar upplifa varðandi það. En við vissulega höfum fundið lykt svona af og til þegar reksturinn var verið að kynda upp í ofnum og annað. En ég vil kannski líka taka það fram núna frá því að félagið fór aftur af stað eftir sumarið í ágúst, að þá hefur gengið glimrandi vel og núna hafa ofnarnir báðir verið í fullur rekstri og ekkert komið upp á, og þá höfum við, og nú ræði þetta bara í gær við Gaukur, við höfum ekki fundið neitt fyrir þessu fyrirtæki eiginlega frá því að þetta fór að ganga vel eins og þetta á að ganga. Og þá er svo búið að upplýsa okkur líka það að önnur svona verkefni annars staðar í heiminum hefði tekið allt frá 2 til 4 árum að svona ná einhvers konar jafnvægi í rekstrinum. Og við vitum öll hvað áhrif COVID hafði meðal annars að þetta fyrirtæki og annað, þannig að þetta er vonandi bara komið í jafnvægi, og þetta er vinnustaður og fyrirtæki sem er orðið mjög mikilvægt í okkar samfélagi, að sjá það allir sem að bara rúla yfir ársreikninga sveitarfélagsins að með tilkomu þessar uppbyggingar þetta snerist ýmislegt við í litlu sveitarfélagi. Bara á þessum 4 árum er búið að byggja 80 nýjar íbúðir, fasteigna mat hefur hækkað 195%, íbúðum hefur fjölgað rúma 200 íbúða og þetta eru stærstu áhrifin út af þessu. En það er alveg rétt líka eins og Andrés segir að það er ekki bara við sem erum að horfa kannski á svona léttari iðnað til framtíðar. Það hefur verið stefnan í sjálfu sér mjög lengi áður en að við fórum að tala græna iðngarða eða eitthvað slíkt. En það er auðvitað stefna hjá okkur að fjölga fyrirtækjum á Bakka og nýta betur út úr þeim auðlindum eða þeim afleiðum af rekstri sem eru að koma fram annarkvort hjá PCC eða upp á Þeistareykjum, og gríðarlega spennandi verkefni sem við erum í samtali við, og PCC Bakki Silicon verður lykil aðili áfram í slíkum grænum iðngari vegna þess að það eru afleiður af þeirra framleiðslu sem er verið að hugsa sér að megi nýta til verðmætasköpunar auðvitað núna í framtíðinni. Þannig að við horfum á félagi sem algjöran lykil aðila í þróun þessa græna iðngars og fleiri starfa í okkar samfélagi. En já, ég kannski svona örstutt yfirferð, en heilt yfir þá erum við ána með stöðuna í dag og eins og segi, þrátt fyrir erfiðleika í byrjun og annað, þá sjá allir hversu mikilvægt þetta hefur verið fyrir okkur að fá þetta félag inn í samfélagið. Kæra þakkir fyrir þetta, en þá opna ég fyrir spurningar frá nefndarmönnum til gesta fundarins og vil kannski byrja á því að fá að spyrja sjálfur, og þá kannski spurningi mín til þá bæði andstæðinga Kísilversins og svo Reykjanesbæjar Friðjóns, að andstaðan við kísilverið eða uppbygginguna, er hún eingöngu út frá væntanlegri mengun og mengunar áhrifum, eða er það líka út af þá bara andstöðu stóriðju almennt, hvort sem hún mengi eða mengi ekki, eða mengi þá þannig að hafi áhrif á íbúa, og hvað þá ef að úrbætur verða þannig að það uppfylli ferla og kröfur, er þá andstaðan samt sem áður til staðar. Það er kannski svona mín spurning til ykkar, ef að Friðjón byrjar bara og svo koma hinnir í framhaldi. Gjörðu svo vel, Friðjón. Takk fyrir Ómar. Í okkar sjónarmiði þá snýst þetta heilsufar fyrst og fremst. Við höfum stóriðju hér í Reykjanesbæ á ýmsum sviðum sem við kunnum vel við og eru umhverfisvæn, en þetta snýst ekki nafni stóriðju, við séum alfarið á móti þeim. Við viljum
fá umhverfisvæn fyrirtæki, umhverfisvæna rekstur, að því við höfum núna reynsluna af því þegar rekstur mistekst svona hrapalega eins og gerist með kísilverið, nálað við byggð, gera það að verkum að fólk veiktist allt í kringum okkur, fólk fann mikið fyrir þessu og það er óumdeilt að þetta hafði virkilega áhrif á heilsufar íbúa í sveitarfélaginu, sérstaklega þeirra sem bjuggu hér nálægt. Þannig að það er auðvitað útgangspunkturinn hjá okkur. Svo má aftur á móti bæta við, Vilhjálmur, að þessi verkefni sem ég nefndi á, þann hafa öll kostað okkur fleiri milljarða og það er kannski hin hliðin á peningnum að hvað við sitjum ein uppi með allan skaðan þrátt fyrir að okkar samstarfsaðilar hafi lofað öllu öðru, hvort sem það var ríkið eða fyrirtæki. Það er samfélagið sem blæðir og ég get ekki tekið undir það að fara í eitthvað stór verkefni á sama máta og gert hefur verið hér síðan 30 ár. Það er bara of dýrt fyrir sveitarfélagið. En auðvitað er að heilsufar íbúa sem skiptir öllu máli hérna. Takk. Mig langar líka að bæta við. Já, Það sem Friðjón segir að það er náttúrulega þessi samverkandi þættir. Við erum með iðnað í Helguvík og við erum með flugstarfsemi sem að eru samverkandi þættir í sambandi við mengun og í skýrslunni sem að Verkís gerði, matsskýrslu, þá segja þeir að það muni alltaf koma til með að vera einhver mengun frá verksmiðjunni og það er náttúrulega það sem að við erum að tala um þess að heilsufarsþætti og sem sagt Reykjanesbær er nýbúin að setja fram heilsustefnu sem segir það að við höfum rétt á að anda að okkur hreinu lofti. Þannig að íbúar segja bara að þeir vilja ekki vera tilraunadýr einu sinni aftur að stefna heilsu sinni og lýðheilsu í hættu út af þessari mengun sem að þeir hjá Verki segja að muni alltaf koma til að vera einhver. Takk fyrir þetta. Nú eru komnir 4 þingmenn á mælendaskrá og fyrst til þess að bera upp spurningu er Líneik Anna Sævarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, komið sæl og kæra þakkir fyrir að koma hér og fara yfir málin með okkur. Sko það sem að mig langar kannski að beina til fulltrúa Reykjanesbæjar núna þegar að þeir eru búin að fara vel yfir málin, þá svona kannski það sem að ég les út úr því að það er það mikil og fjölbreytt starfsemi sem að er vöxtur í bæði grænu tækifærin og auðvitað flugið sem hefur vissulega sveiflast mikið, að það sé kannski ekki endilega það sem er æskilegt fyrir samfélagið að það sé eitthvað stórt og afgerandi sem taki pláss í atvinnuuppbyggingunni, það sé frekar ýmsir sprotar sem eru fyrir nú þegar, kannski bara ef það getur brugðist við því. Og síðan langaði mig að beina til fulltrúa Norðurþings, hver var stærsta áskorunin gagnvart samskiptum við íbúa í þessu uppbyggingarferli sem að fylgdi kísilverksmiðjunni hjá ykkur? Ekki fleira frá mér, takk. Friðjón, gjörðu svo vel. Þegar umræðinu kísili fór á stað fyrir 12 árum síðan, þá bjuggu hérna tæplega 11.000 manns. Núna búa í Reykjanesbæ rúmlega 20.000 manns. Og atvinnuleysi hjá okkur núna rétt undir 10% og flestir þeir sem atvinnuleysir störfuðu við ferðaþjónustu eða við flug og þetta auðvitað afleiðingar COVID sem hérna að ræða. En það gríðarlega vöxtur í sveitarfélaginu og við erum að úthluta hérna alltaf 700 íbúðum núna í ár og þið sjáum fjölgunina hjá okkur rétt 100% á þessum tíma, á sama tíma sem kísilverið var í undirbúningi. Og við höfum bara trú á því að það séu margir aðrir möguleikar fyrir okkur að vaxa og dafna án þess að leggja allan peningin okkar í eina stóra hugmynd eins og hefur verið gert undanfarið 30 ár, dálítið mikið.
Þess að afleiðingarna fyrir sveitarfélagið eru svo gríðarlegir og ég bara veit ítreka það að ríkið hefur til að mynda ekkert komið að þessari aðstoð þar sem við höfum tapað alltaf 10 milljörðum á þessum verkefnum. Það eru einhverju nokkru 10 milljónar sem ríkið hefur komið með gagnvart höfninni og sveitarfélagið eins og okkar getur ekki staðið í þessu og haft allt undir loforðum fyrirtækja sem því miður hafa verið svikin og við treystum ekki illa þeim stofnunum og þeim aðilum sem hyggjast endurreisa kísilverið. Við treystum þeim ekki til að gera þetta vel og ég óska þeim til hamingju í Norðurþingi að þetta hefur gengið vel en það er ekki þannig hérna, því miður. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Já, takk fyrir og Gaukur getur kannski komið inn á þetta líka. Þetta er mjög góð spurning, Líneik, svona hvað var mest áskorunin. Ég held reyndar að sko, á þessum tíma og í aðdraganda þessar uppbyggingar þá upplifðu held ég mjög margir íbúar í okkar sveitarfélagi sig dálítið upp í vegg hvað svona atvinnuuppbyggingu varðaði og maður fann það alveg þegar maður svona er að horfa aftur tilbaka. Það var dálítið snúið einmitt að passa að umræðan væri ekki algjörlega polariserð. Það er að segja sko að það væri sko háværustu raddirnar væru hversu ofboðslega mikilvægt þetta væri að væri allt undir versus það að þarna væru líka raddir sem að vildu alls ekki sjá þetta og það voru svona þetta var svona málað upp kannski að hluta til ýktum litum eins og oft gerist umdeild mál en ég held að það sem að hjálpaði til var einmitt bara það var að stofnanir hjá okkur þar voru vel vakandi fyrir því þó svo að svona verkefni hefði ekki áður verið sett upp hérna á Íslandi að þá vildu menn vanda til verka og mér fannst eins og ég sagði, mér fannst fyrirtækið leysa vel úr því hvert íbúum hvað upplýsingaflæði varðaði sérstaklega svona þegar þetta var komið að stað en maður fann það svona svolítið í umræðin í bænum að menn treystu ofboðslega mikið á það að vera að fá réttar upplýsingar og treystu fyrirtækinu auðvitað bara mjög vel þannig að ég skil fyllilega gremju íbúa Reykjanesbæjar þegar það illa fer af því að það er alveg rétt að það er mjög mikið undir því að geta treyst aðilum og fá aðila inn sem að eru traustsins-verðir. Þannig að því leytinu til höfum við verið heppin og það hefur mestanpart bara gengið nokkuð vel eftir það sem að var stefnt og þetta hafi þetta tekið, eins og segja, þetta hefur tekið í sjálf sér 4 ár að ná einhverju jafnvægi ef að við gefum okkur að jafnvægi hafi verið náð núna. Einhver vill kannski bæta einhverju við. Má ég kannski koma inn á þetta einmitt. Það er búið að taka 4 ár og þeir eru hvað með 2 opna. Einar, fyrirgeðu. Já. Þú Gaukur með orðið. Já, fyrirgeðu. Ég hef svo sem ekki miklu við að bæta sem að Kristján sagði. Sko, samfélagið var mjög jákvætt gagnvart þessari uppbyggingu. Hér vantaði störf, við mistum mörg störf úr fiskvinnslu og annað slíkt, þannig að hér vantaði störf, samfélagið vildi störf og þetta var niðurstaða sem að menn sættust á. Það voru engin sérstök vandkvæði með samskipti við samfélagið, þannig séð sko. Takk fyrir þetta. Nú ætla ég að gefa næsta þingmanni orðið, svo kemur Þórólfur næstinn Einar og svo getur þú komið að svara. Orri Páll Jóhannsson, gjörðu svo vel. Takk og komið sælblessuð og bestu þakkir fyrir þessar upplýsingar og ykkar innlegg. Ég er með 2 spurningar og bið þig kannski Friðjón að þú vildi vera svo einn að bregðast við því og svo í framhaldinu ykkur frá fulltrúar andstæðinga stóruð í Helguvík. Nú, þú sagðir réttilega
að ykkar verkfæri á Reykjanesi varðandi þetta er að horfa til skipulags lóðarinnar. Mér langar að spyrja hvort að það hafi komið til alvarlegrar umræðu hreinlega að taka ákvörðun þar sem skipulagsvaldið liggur jú heim í héraði að breyta skipulaginn þess efnis að stóriðja getur hreinlega, samskonar stóriðja getur bara hreinlega ekki verið byggð upp þarna. Hins vegar skil ég vel og heyri akkurat þetta sem þið eruð að segja varðandi uppbyggingu þá á annars konar grænni starfsemi og þar hafa verið hugmyndir uppi til dæmis veit ég sorpbrennslu og aðra minni starfsemi. Og kannski framhald af því sem að Vilhjálmur spurði hér í upphafi, hver er afstaðan heim í héraði gagnvart annars konar starfsemi, til dæmis sorpbrennslu, í stað þess að keyra áfram á þessa hugmyndum kísilver? Takk fyrir þetta. Friðjón, gjörðu svo vel. Þakkaði fyrir Orri. Í upphafi þegar að deiliskipulag var samþykkt á lóðinni í Helguvík fyrir kísilverið. Þá í kjölfarið þess að deiliskipulag var samþykkt og þá komu hönnuðir með teikningar sem reyndust allt og háar, en því miður voru samþykktar af byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar á þeim tíma. En þá höfum við ekki leyfirétt skipulagið með við byggingarnar sem núna eru reistar. En ég get ekki svarað til þessa nýju verksmiðju, hvað þarf að gera mikið og hvað þarf að breyta skipulagi á lóðina, því að við höfum ekki fengið í hendur til umræðu nýju teikningarnar. Mér skilst að það sé ekki mikið, en það þarf mjög sennilega að samþykkja ýmsar hæðabreytingar og hugsanlega tilfærslur á lóð á byggingum. Og það hefur ekki farið nein umræða fram hjá okkur það fyrir við fáum þau gögn í hendunar. Og meira kannski vil ég ekki segja það, en varðandi uppbyggingu í Helguvík og hérna á Reykjanesinu, þá eru mörg stór verkefni í farvatninu, bæði sem við köllum stóriðju, fiskeldismál eru mjög viðamikil hjá okkur núna, fiskeldi á landi og sem er mikil stóriðja og gríðarlegur fjöldi starfsmanna mun vinna við, fleiri hundruð manns. Og eftir að kísilverið stoppaði í Helguvík höfum við fengið umtalsvert margar fyrirspurnir iðnað í Helguvík sem byggir meira á kannski styrklingum svæðisins sem er flugvöllurinn og höfnin sem er umhverfisvæn, bæði matvælaframleiðsla og minni iðnaður. Sorpbrennsla er á staðnum og það er ekki mengun henni, en hún er undir Umhverfisstofnun og mælt reglulega. Þannig að við erum mjög áhugasöm að byggja upp í Helguvík iðnað sem þá vinnur með kannski þeim verkefnum sem eru í kringum Helguvíkina. Við nefna það að nú er samstarfið Katego, stofnun sem sett var á laggirnar 2006 eftir að herinn fór, að byggja upp það sem við köllum Airport City, sem flæðir raun og veru frá Reykjanes, ystu byggðum Reykjanesbæjar upp að flugvelli. Og Helguvík er stór hluti af þeirri hugmyndavinnu og við finnum fyrir áhuga margra aðila sem vilja þá koma hingað, sem eru þá með kannski meiri iðnað sem er svona fullnaðar iðnaðar á tólum og tækjum, tölvumálum, tæknigeiranum og öðru slíku. Þannig að við erum að horfa á allt aðra mynd heldur en stóriðju drauminn sem var, það sem ein verksmiðja kom og skaffaði vinnu fyrir 200-300 manns. Að mínu viti er sú stefna bara úrelt, fyrir utan það að hún hefur kostað sveitarfélagið svo gríðarlega mikla peninga án aðstoðar. Takk fyrir þetta. Kæra þakki Friðjón, og þá er það Þórólfur, gjörðu svo vel. Ég er bara að taka undir það sem Friðjón segir, sko. Ég er mjög opinn fyrir öðruvísi iðnaðarna á svæðinu og ég hef alltaf furðað mig á því að Helguvík, við erum alltaf átt okkur á því að Helguvík er upprunalega byggð sem olíuberjastöð fyrir herinn og er notuð sem olíuberjastöð fyrir flugvöllinn. Ég get ekki séð að kísilver eigi heima eða svona iðnaðar á þessu svæði, allavega ekki
í núverandi fyrirkomulagi og það er nú bara ekkert svo langt síðan að það rak þarna upp olíuskip upp í Grjótgarðinn og ég meina ef ofninn hefði verið á fullri ferð þegar það var þá bara, það hefði nú ekki þurft mikið út að bera til þess að yrði þarna stórslys sko. Og mér finnst svolítið skrítið að sko einhvern veginn, þetta er ekki alveg það sama sko hér og í Húsavík að sko samskiptin hjá okkur, þau voru jákvæð fyrst, ég meina meiri hluti bæjarbúa var mjög jákvæð fyrir þessu kísilver á sínum tíma. Svo byrjaði mengunin og allt þetta og málið bara að fólk mætti hérna niður á spítala með bruna í öndunarfærum og ungir krakkar sem voru hérna í skólasundi að þeir voru allt í einu komnir á astmapúst aftur, höfðu kannski verið með astma þegar þeir voru krakkar og svona og hérna, samstæðan sem við hefum myndast hérna, við erum með alla bæjarstjórnina, við erum með alla flokka bæjarstjórnina sem viljið þetta ekki. Hugsunarhátturinn hérna er bara orðin allt annar og já, ég vil sjá græna niðina, meira samspil með flugvellinum og þú veist, ég meina ef þetta kísilver væri einhver staðar annar staðar, lengra frá byggð á öðrum stað, þar sem að það væri ekki ángur okkur jafn vingið, bara allt í lagi. En eins og Friðjón hefur sagt líka, ég meina bæjarfélagið búið að tapa gríðarlegum fjármunum á þessu. Þú veist, það var ekki borað í gegnum fjall hérna til þess að redda þessu fyrir bæjarfélagi. Við sitjum eftir með álver sem er ekki klárað, fór hellingspeningur í það, við sitjum eftir með kísilver sem fer ekki í gang. Þú veist, það er búið til hellingavættingum sem hefur aldrei neitt orðið úr. Og ég meina, allavega af þeim fréttum sem ég hef lesið kísilverið á Bakka, að þá hafa þeir þurft að fá innspýtingu eftir innspýtingu út úr lífeyrissjóðunum. Ég meina, ég veit ekki hvort ég sé að fara með rangt eða rétt mál, en það er allavega það sem ég hef lesið. Og maður hefur séð það, ég hef fylgst mjög vel við kísilverin á Bakka og það hafa ekki komin inn að nýlegar tilkynningar frá þeim, þeir voru mjög duglegir fyrst að setja inn á síðuna sín og annað og við vorum í samskiptum við bæjarbúa þar sem vildu fá okkur á fund og ræða þessi málefni sem sagt fyrir þá því þeir höfðu áhyggjur, en það varð aldrei neitt úr því sko. Þannig að, já, svona okkar afstaða til annars iðnaðar er í raun og veru bara, við erum að hugsa til framtíðar, þetta er bara fortíð. Takk fyrir þetta Þórólfur. Það ætla ekki að næsta þingmanni orðið, Jakob Frímann Magnússon, gjörðu svo vel. Já, þakka ykkur kærlega fyrir þessa svona lýsingu á aðstæðum öllum. Það er aðeins fróðlegt að fá bara örstutt yfirlit yfir þessa 9 milljarða sem að þarna virðast hafa lent á bæjarfélaginu, í hverju þá fólst helst. Nú, þannig oft talað sko, þegar herfileg mistök hafa átt sér stað, þá var það kallað dýrmætur lærdómur. Og hvaða dýrmæta lærdóm skildum við nú hafa dregið af öllu þessu brölti, þarna og annars staðar. Eftir stendur með fullri virðingu á Bakka, náttúrulega kolamokstur og svona ekki beint svo græna starfsemi sem að við helst vildum hafa yfir okkur í dag. En sko þegar banki er annars vegar, nú var ég að fletta því upp að Arion banki var með einhverja 9,5 milljarða kröfu af 23 milljörðum sem að hafðu farið í þetta brölt alls saman hérna í Helguvík. Banki er bara, honum er stýrt af einhverjum hagfróðum sem hefur þann tilgang fyrst og fremst að hámarka gróða eigenda sinna og lágmarka skaða hvers konar. Hvað er í rauninni verið að fara fram á gagnvart bankanum annars vegar og þá gagnvart ríkinu hins vegar? Ég reikna ekki með að sveitarfélagi hafi mikið svigrúm umfram það sem þegar er í að taka fleiri högg af þessu feigða flani. Er verið að biðja stuðning ríkissjóðs við það að sporna við þessu og hvað er ætlast til þess að Arion banki gefi mikið eftir af sínum kröfum ef að þeir hafa þá ekki verið afskrifaðar meira eða minna allar?
og þetta, sko, horfum bara á hagræna þáttin í þessu. Heilsufarsþátturinn örugglega eitthvað sem að þyrfti að vera vottaður og staðfestur af þar til bærum læknum og sérfræðingum. Ég reikna með að það hljóta að liggja fyrir með þessar lýsingar. En ég bara spyr hver hinn hagræna lausn á málinu? Því að það alveg ljóst að íbúar á Suðurnesjum vil ekki sjá þetta lengur og þetta hafi virst vera góð starfsemi á sínu tíma og hugmynd. En hvernig hinn hagræna lausn hugsuð? Þarf ekki að víkja því fyrst og fremst? Því að það væntanlega það sem Arion banki mun spyrja fyrst hverjir ætla að taka höggið með okkur ef einhverjir. Takk fyrir. Já, gjörðu svo vel, Friðjón. Þessi spurningu að því. Takk fyrir, Jakob. Árið 2000 voru skuldir Hafnar Reykjanesbæjar 1 milljarður, rétt undir 1 milljarður. Í lok árs 2016 voru skuldirnar orðnar tæpar 9 milljarðar. Engin lán voru greidd niður, heldur voru allar niðurgreiðslur gerðar á þann veg að við tókum ný lán og borguðum. Neikvætt eigið fé Hafnarinnar var tæpir 6 milljarðar. Allar þessi fjármunir voru notaðir til þess að undirbúa þessar stóruðu framkvæmdir sem byrjuðu með stálverksmiðjunni 2002. Þar var fyrsta verkefni að sprengja upp við höfnina í Helguvík eða fyrir ofan höfnina, útbúa lóð út á loforð þessara erlendu aðila. Á þeim tíma uppreiknað tala þar í kringum milljarður. Því miður að þá fengum við ekki krónu tilbaka í því. Síðan kemur álverið og í samningu við álverið og ríkið hefur haft milligöngu með öll þessi verkefni, þá var talað það að ef álverið fær ekki af stað þá myndi þeir greiða þann kostnað sem sveitarfélagið myndi bera af verkefninu. En því miður það nú þannig að verksmiðjan í Helguvík, álverksmiðjan, var sett í dótturfélag og var lýst gjaldþrota núna fyrir nokkrum mánuðum síðan. Krafa Reykjanesbæjar í þrotabúið rúmlega 4 milljarðar sem við höfum lagt út í kostnað vegna undirbúnings vegna álversins. Síðan það kísilverið, þegar það kom hingað þá var lagður umtalsverður peningur í að undirbúa lóðir og vegi og annað og það var eingöngu greitt fyrir hluta af því sem sveitarfélagið lagt út. Þannig að uppreikna hjá okkur þetta kannski rétt í kringum 10 milljarðar. Sveitarfélagið sjálft hefur núna tekið þessar skuldir allar yfir á sig af höfninni til að gera henni kleift að lifa af. Höfnin skuldar í dag tæpan milljarð og stendur undir sínu skuldbindingum til framtíðar með olíusölu og flutningum. Þetta gerir það að verkum og þarf kannski að ítreka það aftur að þrátt fyrir mörg loforð í gegnum tíðina aðkomu ríkisins, þá höfum við ekki fengið neitt stuðning vegna þessara skulda. Og við fórum eins og þið vitið í gegnum eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, byrjuðum þar 2016 í endurreisninni og við fengum engan afslátt af þessum skuldum, hvorki hjá lífeyrissjóðum eða ríki. Ríkið var sínu verst við okkur að hjálpa okkur að lækka skuldir. Við fengum enga fyrirgreiðslu á þeim. Þannig að samfélagið eitt og sér búin að taka á sig þessa stóriðu sögu okkar. Arion banki ber mikla ábyrgð. Þeir voru fjármögnunaraðilar verksmiðjunnar frá upphafi og illa var staðið að byggingu verksmiðjunnar, brotin loforð og hönnun vitlaus og þar ber hönnuður verksmiðjunnar mikla ábyrgð. En einhvern veginn þegar upp staðið þá ber engin ábyrgð og allar afleiðingar þessa máls lenda á sveitarfélaginu, því miður. Og það kannski þessi hagræna staða. En hvað vill Arion banki? Við höfum reynt og sérstaklega fyrir nokkrum mánuðum síðan að hefja samstarf Arion banka atvinnuuppbyggingu í Helguvík á víðtækan hátt. Vorum kannski nærri samkomulagi og okkar hugmyndir gengu út af það að rífa verksmiðjuna og selja hana erlendis til þeirra sem vildu hafa hana og í staðinn að stofna félag sem myndi vinna í atvinnuþróun í Helguvík þar sem Reykjanesbær lagði inn fé og lóðir
til þess að finna aðra lausnir heldur en svona mengandi stóriðju. Og það það kannski það sem við horfum mest á í dag, að finna annan iðnað sem getur verið hérna í friði við samfélagi. Því ég held að það verði aldrei friður í samfélaginu með þessa verksmiðju. Ég veit að aðstæður eru öðruvísi á Norðurþingi og ger ólíkar okkur. Þannig að við þurfum að finna aðra lausnir. Ég vona að svara Jakob. Já, takk fyrir þetta, Friðjón. Nú ætla ég að það eru 3 þingmenn enn á mælendaskrá, þannig að gestir fundarins munum fá tækifæri sem koma aftur inn og svara þeim, þannig að ég leit næsta þingmann að Helga Vala Helgadóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir afar fræðandi fund. Mig langar fyrst að spyrja þig, Friðjón, út í þetta samtal við Arion banka. Þú talar að sveitarfélagið hafi verið að reyna að semja við Arion banka annars konar uppbyggingu á svæðinu. Vil bara aðeins heyra meira af því hver svörin eru og hver staðan á því í dag og svona hvað aðra fjárfesta varðandi svæðið. Svo bara fyrir forvarnissakir hvaða fjármunir eru í því að rífa verksmiðjuna og selja hana? Á hvaða skala eru við þar? Fyrir manneski sem veit ekkert það. Getur líka upplýst okkur útreikninga því það komið skýrsla mengunarmagn við kolabrennslu á svæðinu ef farið yrði í kísilver, hvert magnið, hvert umfang losunar til dæmis í slíkri kolabrennslu. Svo þriðja spurningin til ykkar snýr að matvælaframleiðslu, fiskeldi í landi og þess háttar og þá vil ég spyrja út í orkuöryggi, hvort að það sé fyrir hendi á svæðinu. Hin spurningin mín fer norður til Kristjáns Þórs sem að lýsir stöðunni á kísilverinu á Bakka mjög blómlegri og svona nánast áfallalausri, en það eru þetta ofboðslegir peningar sem hafa farið frá íslenskum almenningi í það að reyna að koma þessum rekstri eitthvað á spör og við erum ekki að tala einhverja milljónir eða 100 milljóna heldur 10 milljarða sem að lífeyrissjóðirnir sem eru þetta okkar peningar hafa tapað við að reyna að koma þessu á stað og það bara mitt ár 2020 sem að 100 manns mistu vinnuna og verksmiðjan lokuð í fleiri mánuði. Þannig að ég skil ekki alveg hvað við tilbúin til þess að láta mikinn fórnarkostnað eiga sér stað áður en að maður lýsir því yfir að allt gangi glimrandi vel. Það svo og erum við komin á þann stað að geta í rauninni lýst því yfir að þetta gangi vel og án stuðnings. Því að ríkið hefur auðvitað líka komið með umtalsverða fjármuni þarna í hinar og þessar framkvæmdir og svo framvegis. Þannig að ég að ganga vel miðað við hvað. Fleiri spurningar eru það ekki. Það ekki. Nú ég ætla að byrja að hleypa Norðurþingi en ég ætla bara að benda nefndarmönnum á að það styttist tíminn sem við höfum, þannig að við höfum það í huga. Gjörðu svo vel, Kristján. Já, takk fyrir þetta, takk fyrir þessa spurningu, Helga Vala. Þú málaði nú orð mín kannski heldur skærum litum það gengi allt saman glimrandi vel. Ég held ég að farið ágætlega yfir það að þetta var þetta loka og það sannarlega búið að setja töluverðar fjárhæðir og mikla peninga í bæði uppbygginguna á iðnaðarsvæðinu. Mér langar aðeins að því að það var aðeins komið inn á það áður en ég svara þér fullkomlega, Helga, að það var heimilað, það var ákveðið af Alþingi og sveitarfélaginu að byggja upp iðnaðarsvæði á Bakka. Það var í sjálfu sér áður en að við vissum hvert fyrsta fyrirtækið yrði þar inn og það gert á grunni byggðasjónarmiða. Það heimilað af eftirlitsstofnun EFTA, ESA, á grunni byggðasjónarmiða og hvað að gerast í þessu samfélagi og hversu langt það frá mörkuðum og svo framvegis. Og það alveg rétt, þetta hefur kostað mikla peninga, en við sjáum okkur núna í sveitarfélaginu vera með þannig innviði til þess að taka við
því betur þeirri þróun sem að virðist vera að gerast hér á Íslandi núna, að það eru miklu fleiri grænni verkefni sem að banka upp á heldur en voru hér fyrir ekki svo löngu síðan. Það frábært, það algjörlega frábært og það á þeim grunni sem að ég held að við séum bara klálega á réttri braut og fyrirtæki sem slíkt. Ég bara að horfa í framleiðslu tölur þeirra núna frá því að þeir störtuðu sinni framleiðslu aftur í ágúst og það hvert metið sett á fætur öðru miðað við upphaflegu áætlanir. Þannig já, það gengur vel núna að framleiða núna síðasta hálfa árið og ég bara hef væntingar og vonir það að það haldi áfram og að allir aðilar sem hafi sett fjármuni í þetta fái á endanum það með einhverju móti tilbaka. En það rétt að við sennilega búið að setja hérna 5 milljarða af opinberu fé í framkvæmdirnar, en þær eru ekki bara settar vegna PCC. Ég verð að fá að leiðrétta þann misskilning. Við setjum undir því að það sé búið að setja hér milljarða og milljarða bara fyrir eitt fyrirtæki. Þetta iðnaðarsvæði á Bakka, sá græni iðngarður sem við sjáum fyrir okkur að geti blómstrað hérna með fjölda fyrirtæki núna til framtíðar. Við erum í samskiptum með 6-8 fyrirtæki sem öll hafa áhuga á því að hasla sig öll á svæðinu og það eru innviðir sem munu koma til að hjálpa til við þá uppbyggingu, ekki bara fyrir okkur í Norðþingi til hagsbóta heldur þjóðina vonandi alla. Og já, ég heilt yfir bjartsýnn eðlisfari, ég gerir mig grein fyrir stöðunni sem búin að vera mjög erfið, en við þurfum að horfa bara með sanngjarnum hætti á það hvað búið og læra af því eins og Jakob segir og mér finnst við vera í loksins í þeirri stöðu að geta farið að horfa fram á veginn hvað það var. Kæra þakkir, Friðjón, gjörðu svo vel. Takk Vilhjálmur, takk Helga Vala. Eins og Jakob nefndi áðan að þá hafa hluthafar eitt markmið með rekstri bankans, skiljanlega, og ég skil vel þeirra markmið að reyna að selja þessa verksmiðju með arðsemi. Verksmiðjan selst einhvers staðar á bilinu 10 til 15 milljarðar kostar þessi verksmiðja núna og það þarf síðan að endurbyggja bæta við eitthvað 7-8 milljörðum svo hún til að þessi áfangi verði nothæfur, segja menn. Almenni fjárfestar sem hafa verið í sambandi við okkur koma víða að og allur sá svo umræða fyrst og fremst bundin við fyrirtæki sem ekki eru mengandi. Þeir koma víða að og mikið í gegnum íslenska aðila. Við að rífa verksmiðjuna kostar stóra peninga og kostnaður við það stendur bara rétt undir söluverðinu, þannig að það engin hagnaður fyrir bankann sjálfu sér að rífa verksmiðjuna og selja hana erlendis nema því gefnu að við getum gert eitthvað annað í staðinn með þeim eins og við höfum viljað gera í annarri atvinnuþróun að þeir fá eitthvað tilbaka úr þessari fjárfestingu sem og við líka. Það eru 150.000 tonn af kolum sem brenna núna í þessari verksmiðju ári sem náttúrulega gríðarlegt mark og á tímum umhverfismála sem aðal topiki núna þá þetta náttúrulega mjög sérstakt að þurfa að nota kol sem við erum að reyna að hætta að nota og frekar reyna að nota varmorkun okkar hérna. Varðandi matvælaleiðina þá höfum við verið í vandræðum með út af skipulagsmálum, út af álveri og kísilveri að það var ekki hægt að hafa hefðbundin matvælaleiðina í nálað við álverið. Nú það farið þannig að það lagast en það hefur náttúrulega engin áhuga að koma í Helguvík með mikil matvælaleiðina ef kísilver starfandi við hliðina og það kannski lýsir í best hvernig aðstaða starfsmanna hjá á Kölku, sorpiðustöðun okkar að þar voru menn með grímur og til þess að geta unnið í vegna lyktarmengunar sem hafði mikil áhrif á þá og þegar ég segi lyktarmengunar þá vorum við að tala um lungun og lungun hjá fólki, það var ekki hægt að starfa þar. Nú, orkumálin okkar eru hræðileg og því miður, við erum að finna fyrir því að aðilar sem vilja stofna hérna fyrirtæki meðal annars gagnaver, þörungaframleiðslu og fleira eru að hætta við vegna þess að við fáum ekki orku. Suðurnesjalínan því miður ekki ennþá komin og í stoppi.
sem hræðilegt og að hafa gríðarlega áhrif á okkur. Sennilega þessi Suðurnesjalína sem núna í gangi mest setna línan á Íslandi og mest áhætta á eitthvað komið fyrir samkvæmt Landsneti. Ég vona að þetta svara einhverju hjá þér, Helga. Já, takk fyrir þetta. Það eru 2 þingmenn ennþá á mælendaskránni og við eigum 2 mínútur eftir áætluðum tíma, þannig að við þurfum öll að vera mjög hnitmiði núna í lokin. Njáll Trausti, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Það er nokkur atriði hérna. Ég tek undir Friðjón með Suðurnesjalínu. Ég vona að við þinginu náum að koma fram tillögum það að koma með henni í gagnið. Þetta er ólíðandi hvernig ástandið er varðandi orkumál á orkuöryggi á Suðurnesjum. Síðan kannski ég búið að koma inn á þetta sem ég ætlaði nú með, og mér finnst nú mikið að þetta kannski komið fram að göngi sem tengja saman hafnarsvæðið á Húsavík og Auðgarðana og iðnaðarsvæðið. Þetta fyrir miklu stærri iðgar heldur nokkuð tíma kemur bara við PCC. PCC er kannski 1/8 af því sem að veri, eða 1/7 af því sem gæti orðið til á þessu svæði. Þannig að það er nú mikill misskilningur sem hefur verið haldið á lofti undanfarið sem tengist nákvæmlega því. Þú minntist á Friðjón áðan að þetta væri í höndum Skipulagsstofnunar og Umhverfisstofnunar, þetta mál, og ég myndi kannski vilja að fá sem snýr þá að okkur sem að sitjum á þingi, hvernig þú lítur á það sem að snýr að Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun. Þá aftur síðan væntanlega sveitarfélagi hefur síðan gefið út starfsleyfi eða framkvæmdarleyfi eða hvernig sem staðið að þeim málum. Segjum sem svo, þess að við höfum rakið hér þessa sögu og þetta er hörmunga saga í sjálfu sér hvernig þessi kísilrekstur hefur farið á stað á Íslandi en eins og Húsavík, það var gjörbreyst núna frá því sumar eftir að ofnarnir fóru í yfirhálningu og voru lagaði til og eru síðan allt aðrir, báðir í rekstri, hafa verið stöðum og góðum rekstri núna í hálft ár. Og þetta vitum við líka þeir sem fylgjast kannski með almennt að við vitum að álið hefur hækkað mikið, kísillinn hefur hækkað mikið og þetta er allt annað gangur í þessum iðnaði heldur en var fyrir stuttu og það tengist nú mikið að Kína. Það er ekki til að ræða núna. En síðan vil ég líka, ég vil kannski aðalega þetta með Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun, síðan vil ég nú líka taka fram Friðjón. Það er ósanngjarnt að tala að ríkið hafi ekki komið að málum á Suðurnesjum. Já, það er búið að leggja hérna 10-15 milljarðar í Ísafía sem fyrst og fyrst fer í framkvæmdi þar. Það er verið að framkvæma 20-25 milljarðar á Keflavíkurflugvelli. Þannig að það er nú rétt að sú aðkoma ríkisins að segja að ríkið hafi ekki komið að málum af undanförnu. Það er ekki með mjög ósanngjarnt. Það eru reglufundir sem hefur bara komið spurningar. Þannig að ég verð að gefa næsta þingmanni orðið og í lokin... Það er náttúrulega laga þeirra rángildi í gangi. Já, gestinni svara því þá eftir. Andrés Ingi, gjörðu svo vel í lokin og svo koma gestinir inn með lokaorð. Já, takk. Þetta er búið að vera mjög fróðlegt og það er bara tvennt frekar hnitnaði sem langar að spyrja um. Í fyrsta lagi, Friðjón, þú nefndir að vegna þess að ríkið hefði gert samning við álverið sem að síðan rann á rassinn í Helguvík en að sá samningur hefði ekki náðu utan svona dótturfélaga Bix sem að varð síðan áður en það fór allt á hausinn þá sitjið þið uppi með 4 milljarða kröfu á það þrotabú. Mig langar að spyrja hvort þetta bendir til þess að ríkið sé að búa þarna til samningar sem að hafa áhrif á ykkur þar sem að er ekki gætt nógu mikið að því sem að illa getur farið og hvort það sé eitthvað sambærilegt í gangi varðandi kísilverið. Og síðan fyrst ég aðeins að kíkja í baksýnisspegilinn, hvernig hafi verið þegar íbúar komist að þá skoðun þarna í kringum 2018 að þyrfti að losna við þennan rekstur úr túnfætinum. Hvernig hafi verið tekið á móti ykkur upp í stjórnarráði hjá ráðherrum umhverfismála og iðnaðar? Takk fyrir þetta og þá gef ég fulltrúa frá öllum gestunum orðið til þess að svara þessu í stuttu máli núna í lokin. Ef að andstæðingar stóriðju í Helguvík byrja, gjörðu svo vel. Örstutt. Og ég taka þetta
Já, gjörðu svo vel. Sko, þegar við byrjuðum hérna á sínu tíma, ég ætla að reyna að stytta þetta því að náttúrulega erum að búið með tíman, en þegar þetta byrjaði, þegar Kísilveri byrjaði, þessar hugmyndir byrjaði á sínu tíma, þá var náttúrulega hesthúsið og hesthúsamennir hérna með fund og ég mætti á þann fund og Svandís var á þeim fundi og hún var í mjög góðri tengingu við okkur, hún svona allavega, hún kom og talaði við okkur en sko, hún var eiginlega búin að gefast upp á því að þetta væri bara spurningur hreinsunarbúnað og annað og sko ef ég hugsa frá þeim tímapunkti og fram að tímapunktinum í dag að sko þegar þessar hugmyndir eru uppi að þá ekki eins mikið, það var eitthvað verið að ræða loftslagsmál, ég meina erum við ekki að reyna að minnka losun og gróðurhúsalofttegundum? Svo erum við með hérna kerfi sem gengur út á það að við almenningur eigum að minnka okkar losun en fyrirtæki geta bara keypt mengunarkvóta hvaðan sem er af úr heiminum, skilur. Ég skil ekki sko, það gildir eitt fyrir þegna þessa lands en annað fyrir fyrirtæki. Ég skil ekki alveg þennan hugsunarátt. Ég held að við séum öll að reyna að gera það besta fyrir okkar náttúru og hérna lífríki í kringum okkur og bara svona aðeins að nálgast hlutina og hugsa aðeins út í það hverju við skilum til barnan okkar þegar við förum að þessari plánetu því að við höfum nú öll bara hérna stuttan tíma hér á meðan við bara sögu okkar hérna lífs í þessum alheimi en sko það sem að þarf að gerast hérna bara að við þurfum að fara að hugsa framtíðina og ég meina bæjarbúar eru búin að taka ákvörðun, við viljum þetta ekki. Bæjarstjórnin búin að taka ákvörðun, við viljum þetta ekki. Við viljum þetta ekki. Það bara óskup einfalt mál og þó ef Arion banki ætlar að selja þetta, hvað farsælasta lausnin í þessu? Að Arion banki selja þetta til niðurrifs. Það búið, það eru búnir að koma aðilar og sína áhuga á því að kaupa þetta hérna kísilver, rífa það og hérna senda það út. Og hérna, það kannski hægt að fara með það á bakka, það alls konar hluti sem hægt að gera, en framtíðin, það ekki þessi iðnaður. Við getum verið að framleiða hérna með grænni raforku, hún ekki einu sinni til staðar. Þetta bara fjarstæðukennd hugmynd og algjörlega ábyrgðarlaust að fara að keyra hérna, þennan orkufreka iðnað upp þegar við höfum ekki einu sinni aðganga að öruggri orku og smærri fyrirtæki sem eru í minni orkufrekri iðnað bara komast ekki á stað. Ég meina, þá þetta ekki að fara í gang. Ég meina, það hljóta nú allir að gera sig grein fyrir því. Takk fyrir þetta, Þórólfur, og þið fulltrúar ykkar samtaka. Kristján Þór, gjörðu svo vel. Já, ég kannski hef svo sem ekkert miklu við þetta bæta. Það hafi ekki verið neina fleiri spurningum beint til minn. Ég vil bara þakka fyrir þessar umræður hérna, og þakka fyrir boðið að koma á fundinn. Ég vona að við séum öll sammála það að þetta eru atvinnumálin gríðarlega mikilvæg hvert sem litið og fyrir okkur þá í Norðþingi þá hér eftir sem hingað til snýr þetta því að fyrirtækin í okkar samfélagi fari eftir þeim reglum og rammum sem að gefnir út, hvort sem það snýr umhverfið að skipulagsmálum og við reynum að vanda okkur í því áfram og vonandi, eins og ég svo ítreki það, vonandi erum við að fara að sjá til sólar með þetta allt saman til einhvers langs tíma. Þannig ég þakka bara fyrir mig. Kærar þakkir, þá að lokum, Örstuð Friðjón, gjörðu svo vel. Kærar þakkir, takk Njáll fyrir spurningarnar. Svona stutt útgáfinu það að Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun koma því að veita kísilverinu starfsleyfi. Reykjanesbær hefur ekki með það að gera. Ef þetta væri bílaverkstæði hjá okkur, þá var það heilbrigðiseftirliti hérna á Suðurnesjum, en í þessu tilfelli er það Umhverfisstofnun. Eina hlutverk Reykjanesbær er raun og veru að útvega lóð og síðan að stýra deiliskipulagi á viðkomandi starfssvæði. Varðandi fullyrðingu þína hérna sem ég verð bara að segja, varðandi fjármuni til Isavia, þetta kallar nú kannski á annan fund en gamla varnarsvæðið, Ásbrú, ríkið
fékk nettó 14 milljarða úr sölu eigna þar sem Reykjanesbær fikk ekki krón út úr, bara svo það sé sagt. Isavia að byggja höfuðstöðvar sínar í Hafnarfirði og flytja alla hæstlaunuðu starfsmennina sína þangað. Þegar ég að tala stuðning við sveitarfélagi þá ég að tala stóriðjumálin, ég ekki að tala Isavia. En það Isavia starfandi allt land og reksturinn á Keflavíkurflugvelli kostar reksturinn meðal annars í Norðurþingi. Það annar mál sem við þurftum kannski að ræða en við sveitarfélagi hefur ekkert með starfsleyfi að gera eða raunverulega rekstur þessara fyrirtækja, það bara lóðamálin sem snúað okkur. Hvað varðar samskipti okkar við ríkið yfir höfuð, og nú ætlum ég bara að halda mig við stóriðina vegna þess að hitt þarf annan fund, þá myndi ég segja það að það hefur yfirleitt verið mjög gott, þingmenn hafa við góðan aðgang gott við þingmennum sveitarfélagsins, það hefur alltaf gengið vel og menn hafa verið að hjálpa okkur, en hvað varðar fjármuni í Helguvíkina og í stóriðina, þá það ekki samanburða hægt með við önnur sveitarfélög á Íslandi. Menn geta skoða þetta í gögnum Alþingis, hvað lítið hefur verið sett til okkar með önnur sveitarfélög á Íslandi. Varðandi 4 milljarðana, þá borgaði Reykjanesbær allt vegakerfið í Helguvík og þar með talið stofnvegina að þjóðveginum sem alveg einstakt og við höfum ekki fengið neitt fjármagn vegna þess. Þetta kostaði Reykjanesbær allt saman og þegar við höfum ámálgað við ríkið og hefur komið fram á þingi hjá þingmönnum Suðurnesja að ekki hafi verið staðið við gefin loforð stuðning því miður og kannski það vegna þess að alveg fór aldrei í gang. Það getur vel verið. En við höfum alltaf haft greiðan aðgang að þingmönnum okkar, við höfum ekki haft greiðan aðgang að ráðherrum. Mjög almennilega við okkur, en því miður, við höfum reynt að ná hérna núna fundi með fjármálaráðherra í 1 ár til að ræða málin, en við höfum ekki fengið fundin ennþá, þannig að það svona misjandi eftir ekki að ná þetta á við. En bara svona í lokin að þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir þennan fund, við gætum sagt mikið meira og kannski öðruvísi, en þið heyrið þá allavega tónin í heimamönnum hvernig þetta og hverjar afleiðingar stóriði stefnunar sem ríkið fyrst og fremst byrjunar aðili á, allir samningar hafa verið gerðir við ríkið í þessu sambandi, hefur kostað okkur á síðustu árum, því miður. Kæra þakkir. Kæra þakkir, ég þakka gestunum kærlega fyrir komuna og við höldum svo fundinum áfram. Takk fyrir. Næstu gestum. Við erum að bíða örstuðum með að næstu gestir tengjast fundinum og bið fyrir gesti að skrá sig út af fundinum. Okay. Skipulagsstofnun. Ég vil bjóða velkomin á fund umhverfis- og samgöngunefndar Ásdísi Hlökk Theódórsdóttur og Egil Þórarinsson frá Skipulagsstofnun og Aðalbjörgu Birnu Guttormsdóttur, Þorstein Jóhannsson og Sigrúnu Ágústsdóttur frá Umhverfisstofnun. En efni þessa fundar málefni Kísilversi Helguvík og gert ráð fyrir að þessi liður fundarins standi til 10:40. En ég vil byrja á því að gefa Andrísi Inga orðið sem óska eftir þessum fundi, svo næst taka gestir fundarins til máls með stutta framsögu og þar eftir munum þingmönnum gefast kostur á að svara koma með spurningar til gestana og svarað eftir spurningu hvers þingmanns fyrir sig. Gjörðu svo vel, Andrés Ingi.
Já, takk fyrir komin öll saman. Við erum að fara yfir þetta mál mikinn part vegna þess að sveitarfélagið og bæjarfulltrúar hafa lýst áhyggjum af því að hafa ekki verkfæri til að grípa inn í starfsemi sem að heimamönnum þykir orðið bara mjög óæskileg og benda á að ykkar stofnanir séu með í rauninni öll verkfærin á sínum höndum. Þannig að hugmyndin var að þið myndu kannski bara gera grein fyrir ferlinu eins og það liggur hjá hvorri stofnun fyrir sig, kannski sérstaklega hjá Umhverfisstofnun, hvað það var sem stöðvaði reksturinn hjá kísilverinu í Helguvík á sínum tíma og hvaða ferlar og hvaða varnagla stofnunin sér fyrir sér að slá utan reksturinn í framhaldinu og eins með skipulagsstofnun, svona hvaða ferli það er sem að kísilverið hefur farið í gegnum og þessi matsskýrsla sem kom núna á gamlársdag og já, í rauninni bara hvað er framundan. Já, þá bara gef ég Umhverfisstofnun orðið, gjörðu svo vel. Komið sæl, takk fyrir boðið á fundinn. Þið heyri vel í okkur, ekki? Já, gott. Hlutverk Umhverfisstofnunar er að veita svona verksmiðju starfsleyfi og hafa eftirlit með því. Það sem stöðvaði reksturinn á sínum tíma voru lyktaráhrif fyrst og fremst, rófgjörn lífræn efni sem að dreifðust byggðina. Verksmiðjan er staðsett tiltölulega nálægt byggð, ekkert í landslaginu hindrar dreifingun á þessum efnum, má segja. Áhrifin voru ófyrirséð og fordæmalaust einhvern veginn hvernig þessi rekstur gekk. Hann var stöðvaður með ákvörðun 1. september 2017. Fyrirtækið fór síðan í endurbótaferli, sendi okkur greinargerð það sem var rýnd af okkar hálfu ásamt verktaka sem að við vorum með á okkar snælum og málið stendur þannig að fyrirtækið er með starfsleyfi sem var yfirfært á sínum tíma en hefur ekki heimild til rekstrar. Við höfum gefið það til kynna að það þurfa að endurskoða starfsleyfið. Við höfum sagt það í bréfi sem er þá frá 18. janúar 2018 þar sem að úrbóta áætlun fyrirtækisins, þær línur sem lágu fyrir þá voru samþykktar með ákveðnum skilyrðum og þá meðal annars þeim skilyrðum að skorsteinar verði settir upp, skorsteinar verði nánar útfært og sett upp áður en að framkvæmd hefst. Að hafi verði innleiðing á umhverfisstjórnunarkerfi í fyrirtækinu. Það er núna skylt, það var breyst aðeins lög í millitíðinni og komið ný reglugerð og skilyrðum bestu aðgengilegu tækni, svo ég nefni það nú. Og síðan voru ákveðin atriði fleiri sem við nefndum. Þetta er bréf sem er allt á netinu hjá okkur. Sem hann lítur að og það þau atriði sem lúta að hráefni og afsóksbúnaði og fleira. Þannig að það er alveg töluvert af atriðum sem Umhverfisstofnun þarf að yfirfara áður en að þessi verksmiðja gæti farið af stað aftur. Starfsleyfi þarf alltaf að vera í samræmi við skipulagsáætlanir og það getur verið að við þurfum að fá það athugað og staðfest hjá sveitarfélaginu. Nú hefur náttúrulega hafa þessar endurbætur farið í gegnum mat- og umhverfisáhrifum og liggur þá fyrir nokkurn veginn hvað fyrirtæki vill gera. En þetta er nokkurn veginn það sem að Umhverfisstofnun gerir og ég var að rifja upp fund frá 2017, april 2017, þar sem ég fór yfir öll þvingunarúrræði sem að Umhverfisstofnun hefur sem eru þó nokkuð mörg og hefur þessar heimildir til að stöðva ef að illa fer. Það hefur bæst við ein heimild sem er stjórnvaldssektir sem að þingmenn vafalaust þekkja en svo ég haldi því nú til haga. Þetta var svona helsta. Kæra þakkir við þetta. Skipulagsstofnun, Ásdís, gjörðu svo vel. Jú, takk fyrir og takk fyrir að fá tækifæri til þess að ræða þessi mál við ykkur á fundinum.
Skipulagsstofnun kemur að þessu máli í gegnum mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og við sem sagt stofnunin heldur utan umhverfismatsferlið og gefur út álit í lok ferlið sem umhverfismat framkvæmdar. Það er sem sagt framkvæmdaraðili sem leggur mat á vænt umhverfisáhrif af þeim rekstri sem hann áformar og uppbyggingu. Skipulagsstofnun setur það í ákveðið ferli til kynningar og samráðs og gefur síðan út álit í lok umhverfismatsferlisins umhverfismat framkvæmdarinnar. Þannig að það er það álit stofnunarinnar umhverfismat og umhverfisáhrif þessarar starfsemi sem var kynnt núna alveg í lok síðasta árs. Stofnunin veitir ekki leyfi og tekur ekki ákvarðanir uppbyggingu eða rekstur. Þær ákvarðanir eru alfarið á hendi sveitarstjórnar og umhverfisstofnunar. Sveitarfélagið hefur þar þau tól og tæki sem eru skipulagsáætlanir og byggingar og framkvæmdaleyfi og svo auðvitað samningar aðstöðu við viðkomandi framkvæmdaraðila og rekstraraðila. Og síðan auðvitað við svo fram við komið að þá veitir umhverfisstofnun starfsleyfi. Kannski aðeins að koma aftur að því, en við þekkjum auðvitað söguna fyrra rekstri undir forræði Samina Silicon eða United Silicon. En nú hefur sem sagt nýtt fyrirtæki Stakksberg lagt fram umhverfismat fyrir endurbætta verksmiðju og okkar skoðun á því og að fengnum gögnum framkvæmdaraðila, umsagnaraðila og athugasemdum fjölda aðila og sérfræðiálitum annarra var að þar hafi verið lögð fram trúverðug áætlun umbætur sem lúta að mannvirkjum, búnaði og verklagi og það þessi gögn sýna að þess verksmiðjan svo rekin, hún eigi að hafa mun minni áhrif á loftgæði en var þekkt úr fyrra rekstri. Egill samstarfsmaður minn mun gera aðeins betur grein fyrir svona efnisatriðum umhverfismatsins en mig langaði áður en að hann tekur við það að bara undirstrika þetta að umhverfismatsferlið undanfari leyfisveitinga og á að leiða í ljós auðvitað eins og best mögulegt hver eru fyrirsjáanleg líkleg umhverfisáhrif á umhverfi og samfélag af þeirri uppbyggingu og rekstri sem að tiltekinn aðili áformar. Það auðvitað hugsað sem mikilvægur grundvöllur fyrir leyfisveitendur til þess að taka afstöðu til þess hvort eigi að leyfa viðkomandi rekstur og uppbyggingu og með hvað hætti, hvað skilyrði þurfa að setja fyrir starfseminni og svo framvegis. Í þessu tilviki náttúrulega háttar þannig til að fyrir í aðalskipulagi Reykjanesbæjar gert ráð fyrir þessum iðnrekstri og til staðar deiliskipulag fyrir þessa lóð sem að gera ráð fyrir þessari uppbyggingu og þessum rekstri. Það breytir ekki því að þau tól og tæki sem að stjórnvöld hafa til þess að taka ákvarðanir hvort að innrekstur skuli fara fram á tilteknum stað og uppbygging, þau tól og tæki eru skipulagsáætlanir sveitarfélagsins, aðalskipulag og deiliskipulag og það eru þess vegna þau formlegu tól sem að Reykjanesbær hefur í dag eru breytingar á þá aðal- og deiliskipulagi auk auðvitað viðræðina við þessa uppbyggingaraðila. En kannski Egill myndi aðeins fylgja eftir með umhverfismatsferlið áður en að við svona ljúkum þessum inngangi. Ferlið stóð yfir í nokkuð langan tíma. Það Stakksberg lagði fram frummatsskýrslu í apríl 2020. Skipulagsstofnun fór yfir þá frummatsskýrslu og svo fór hún í kynningu í 6 vikur í snemmsumars sama ár, 2020. Skipulagsstofnun leitaði umsagna ýmissa stofnana og Reykjanesbæjar frummatsskýrsluna og mat Stakksbergs á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar.
og á þessum kynningatíma bárust 353 athugasemdir frá ýmsum aðilum, mestmegnis íbúum Reykjanesbæjar. Að þeim tíma loknum þá þurfti Stakksberg að fara yfir allar umsagnir og athugasemdir og svara þeim efnislega og útbúa svokallaða matsskýrslu þar sem fyrirtæki tekur mið af umsögnum athugasemdum og lagfæri það sem lagfæra þarf frá því að koma fram í frummatsskýrslunni. Þeirri skýrslu skilaði Stakksberg í maí 2021. Skipulagsstofnun fór yfir hana og gerði ýmsar athugasemdir og kallaði eftir frekari upplýsingum. Og svo hefur eiginlega staðið yfir vinna við gerð álitsins síðan þá. Á þeim tíma hefur Skipulagsstofnun meðal annars leitað til Umhverfisstofnunar og framkvæmdaraðila auðvitað. Það liggja þetta fyrir heilmikil gögn í þessu máli, fjöldi athugasemda, viðauka, sérfræðiskýrslur og svo framvegis. Og svo lauk þessu með áliti Skipulagsstofnunar núna, rétt fyrir áramót. Líkt og kannski komið fram, þá lagði Stakksberg fram að okkar mati trúverðuga útreikninga á dreifingu og styrk mengunarefna og niðurstöður þeirra eru þær að styrkur helstu mengunarefna verði innan viðmiðunarmarka. En svo það sem Sigrún nefndi hérna áðan, þessi rokgjörnu lífrænu efni sem eru svona óljósi þátturinn í þessu öllu saman. Það er almennt talið að þau óþægindi sem íbúar fundu fyrir á fyrri rekstrartíma megi rekja til rokgjörna lífrænna efna, en þau myndast við ófullkominn bruna þegar ofn er keyrður á skertu afli eða rekstur ofns gengur eitthvað brösulega. Skipulagsstofnun telur að þau vandamál megi fyrst og fremst rekja til hönnunar og reksturs verksmiðju sameinaðs sílikons, en áform Stakksbergs fela í sér ýmiss konar endurbætur á hönnun og rekstri og má þar kannski helst nefna að fyrirhugaður reisa 50 metra háan skorstein, en þarna spila líka inn í ýmiss konar umbætur á verklagi, þjálfun starfsfólks og frekari framkvæmdir sem fyrirhugaður ráðast í. Og að mati Skipulagsstofnunar eru boðaðar endurbætur líklegar til að stuðla töluvert lægri styrk þessara rokgjörnu lífrænni efna og svo að stuðla að verulega bættum loftgæðum samanborið fyrir rekstrartíma. Eru endurbætunar líklegar til þess að draga bæði úr styrk mengunarefna og bæta dreifingu þeirra. Kærar þakkir við þetta. Þá hafa tveir þingmenn beðið orðið, þannig að fyrstu til þess að koma fram með spurningar Njáll Trausti Friðbertsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Það er bara þetta ferli sem er ágætt að fá frá okkur. Kannski Ásdís Lauk og fórstans í gegnum þetta og líka frá Umhverfisstofnun. Sigrún, með hvað þarf að gerast ef menn ætla að loka svona verksmiðju, segjum bara við erum með íbúana, þeir eru á móti þessu, síðan erum við með öll þessi Umhverfisstofnun búin að gefa öll leyfin og Skipulagsstofnun og þeir eru búin að fara í gegnum núna þessa nýju matshugmynd, eða sem sagt að nýju mati og fyrir matskýrslu fyrir þetta dæmi. Þið bendið á Ásdís, þú bendir á framkvæmdaleyfi, það er sveitarfélagið, aðalskipulag, deiliskipulag, slíkir þættir. Það er mikið inngrip sem hefur verið að ræða hér að loka verksmiðju og það er vilji íbúanna greinilega og pólitíkuna núna í Reykjanesbæ. Fyrir okkur sem sitjum á þingi að reyna átt okkur á bara þá lögfræði máls í samhengi hlutana út frá stofnunum, Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun og þegar hún kom aðeins inn á áðan varðandi þvingunaraðgerðir, það myndi kannski fara aðeins dýpra inn í þann hluta, Sigrún, það sem fórst í á staðan sem minnast á. Það er bara, svo við fáum einhverja mynd af því ferli sem þyrfti að fara fram eða þetta ætti að fara fram og svo kannski það sem að Egill kom inn á bara núna í nýju matsáætluninni miðað við þau gildi sem voru að mælast þarna áður og síðan í nýju matskýrslunni með þessu hreina bruna og allt gengið nú eftir og það voru miklu vandræði með að þessi ofnar sem að veri í sér framleiðslu hingað til
fóru kannski í ganga fyrsta Húsavík síðasta sumar, að ykkur viti. Hver eru þessi gildi? Takk fyrir þetta. Skipulagsstofnun byrjar núna, gjörðu svo vel Ásdís. Já, takk fyrir. Já, hvert ferlið menn ætla að loka spurt, hvað þarf til. Langar bara að svona árétta það sem að ég nefndi aðeins í innganginum, að það setur auðvitað svip á þetta mál og hvaða leiðir stjórnvöld geta farið, hver aðdragandinn og í þessu tilviki þegar gert ráð fyrir starfsemi af þessum tagi á þessum stað í aðalskipulagi Reykjanesbæjar og í deiliskipulagi fyrir þessa lóð. Þannig að það eru ákvarðanir sem að Reykjanesbær búin að taka á fyrri stigum. Formlega getur auðvitað sveitarfélagið breytt þeirri stefnu og það liggur þegar fyrir tillaga á vinnslustigi að nýju aðalskipulagi Reykjanesbæjar þar sem að áformað að gera ákveðnar breytingar á stefnu iðnaðarsvæðið við Helguvík. Og síðan auðvitað getur sveitarfélagið líka endurskoðað eða fellt úr gildi deiliskipulag fyrir þessa lóð, annarkvort til þess að gera það ráð fyrir einhvers konar annars konar starfsemi eða til þess að setja þessari starfsemi skýrari og ákveðnari skorður hvað varðar mannvirkjagerð, frágang lóðar og fleira sem að lítur að svona nær umhverfisáhrifum, við getum kallað það starfseminnar. Þannig að það eru auðvitað hinn formlegu stjórntæki, en svo auðvitað reynir líka á í svona máli auðvitað bara það sem mætti kannski kalla óformlegri leiðir, að það eru auðvitað bara samningar og samtöl skipulagsyfirvalds í héraði sveitarstjórnar við aðilar sem að hyggja á rekstur eins og þennan. Það þurfum við að koma til ýmiss konar samningar eins og nefnt hefur verið af hálfu forsvarsmanna bæjarins til dæmis varðandi aðstöðu í höfninni og fleira. Þannig að það eru auðvitað slík tól og tæki sem eru líka fyrir hendi, en þessi formlegu stjórntæki til þess að segja af eða á eða þá með hvaða hætti byggingar og starfsemi mega og geta farið fram. Það aðal- og deiliskipulag sem að Reykjanesbær heldur á keflinu Takk fyrir þetta, Umhverfisstofnun, Sigrún, gjörðu svo vel. Aðeins kannski í sambandi við gildin, eins og komið fram í þessum gögnum að þá eru ekki til losunarmörk fyrir þessi VOC-efni og það hefur verið náttúrulega ákveðið svona vandamál og það sem hefur verið að gera ráð fyrir að ný hönnun dreifi þeim efnum betur, sem sagt, að neyðarskorsteinn eða skorsteinn, hann þarf ekki að veita neyðarskorsteinn, hann virki þannig að dreifingin verði betri hvað varðar íbúabyggðina. Þetta nú kannski svolítið kjarni málsins. Varðandi þvingunarúrræðin þá eru þau svona nokkuð fjölþætt. Það lang algengast að Umhverfisstofnun beiti einungis áminningu. Oftast dugar það til þess að leiðrétta þau frávik sem að við erum að greina í okkar eftirliti. Þegar það gengur ekki áminningu krafa úrbótaáætlun, þá förum við í það að beita dagsektum og það alltaf áður en að svona ákvörðun tekin, þá andmælafrestur nema ef að ákvörðun talin bara alls ekki þola neina bið og það sé hætt á ferðum. Það er vissulega ákveðin svona neyðarheimild til staðar. Ef að sektir eru ekki taldir bera árangur þá hægt að stöðva starfsemina tímabundið, varanlega, svipta starfsleyfi og nú hægt að beita líka stjórnvaldssektum. Þannig að það þó nokkuð að þvingunarúrræðum til staðar og í þessu máli það voru nægilega úrræði til staðar til þess að stöðva starfsemina. Það var ekki Málið stoppaði ekki á slíku úrræðaleysi. Kærar þakkir. Nú eru 4 þingmenn enn á mælendaskrá og eins og við búum almennt við í lífinu er tíminn dýrmætur, þannig ég bið alla þátttakendur fundarins að vera mjög hnitmiða. Jakob Frímann Magnússon, gjörðu svo vel. Örstutt varðandi það sem eftir í huga þeirra sem bæði störfuðu þarna og íbúa
í nærumhverfi verksmiðjunnar. Áttu sér stað rannsóknir á hálfu heilbrigðisstarfsmanna, heilbrigðisyfirvalda á heilsufars þáttum tengdum starfseminni og eru þær niðurstaðar slíkra rannsókna ef á annað borð átt sér stað aðgengilegar. Takk. Takk fyrir þetta. Biðjumst afsökunar að myndin hjá Jakobi dotti út en hún var hér fyrir á fundinum. En Umhverfisstofnun, þið svarið þessu örsnögt. Ok. Rannsóknir heilbrigðisyfirvalda, það sem við settum okkur í samband við sóttvarnalækni sem mjög fljótlega þegar við fengum þessar kvartanir varðandi heilsu hvernig við ættum að bregðast við þeim. Hvað til af gögnum akkurat það þyrfti ég að aðeins að skoða tilbaka og það væri þá jafnvel frekar hjá sóttvarnalækni athugun sem að þeirra ályktanir þá byggja á. Það var til dæmis gefið út eitt minnisblað sem var sameiginlegt minnisblað sóttvarnalæknis og Umhverfisstofnunar. Það eigum við. Ekki mikið mála að finna það. Leiðbeiningar sóttvarnalæknis voru á þann veg að íbúar þyrftu að leita læknis sín einkenni. Það sjálfsögðu ekki fagleg hæfni hjá Umhverfisstofnun til þess að meta í rauninni læknisfræðilega áhrif á heilsu og þess vegna leituðu við aðstoðar og samvinnu með það á þennan hátt og fengum dýrmætt liðsinni hjá sóttvarnalækni það. Það var afar lítið það að fólk leitaði til læknis á þessum tíma en við fengum umtalsvert margar kvartanir hins vegar til okkar það og eigum þær lýsingar í okkar gögnum. Við fengum líka athugasemdir frá fólki sem voru varðandi það að aðgengi væri takmarkað að heilsugæslu. Við heyrðum það sjónarmið, höfum sjálfs ekki yfirsýn yfir það hvernig það en í stórum dráttum þetta svona, þannig að ég gæti kannað hvað við eigum að þessum gögnum og eins Jakob hvað sóttvarnalæknir á til viðbótar. Þetta minnisblað allavega ætti að vera nokkuð fljótfundið. Það kemur náttúrulega fram líka í úttektir Ríkisendurskoðunar, akkurat útlistun á öllu þessu. Já, hafið þið séð hana? Það var gerð úttekt Ríkisendurskoðunar sínum tíma, já, það nikkað og þá farið yfir alla þætti málsins þar á sínum tíma. Þannig að hún liggur fyrir á vefur Ríkisendurskoðunar, þannig að já. Takk fyrir þetta. Þá næst Andrés Ingi Jónsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta öll. 3 spurningar. Fyrst skipulagsstofnun, af því að það oft talað endurræsingu á verksmiðjunni, en framkvæmdirnar sem er talað í frummatsskýrslunni eru alveg rosalega umfangsmiklar. Virkar næstum eins og sé bara verið að búa til nýja verksmiðju, þannig að það er spurning hvar eru skilin á milli endurskoðaðrar framkvæmdar og nýframkvæmdar, þó að þarna sé hús til staðar, þá virðist þurfa bara rífa allt innan og því að gera upp á nýtt. Og síðan las ég í áliti Skipulagsstofnunar, þá sá ég ekki að það hefði verið fjallað þann kost að ræsa ekki verksmiðjuna, sem að ég sá í einhverjum fyrri gögnum málsins að hefði átt að vera eitt af því sem hefði átt að skoða. En í staðinn var mjög oft miðað við stöðu rekstursins eins og hann var í fyrri tíð og eiginlega allt sem er skárra en það kemur náttúrulega ágætlega út, en kannski ef að núllpunkturinn er engin verksmiðja þá kemur það öðruvísi út. Og svo til Umhverfisstofnunar, bara svona umræða sem hefur sprottið í kringum þetta varðandi losun koltvísýrings. Nú er verksmiðjan náttúrulega á evrópskum markaði með losunarheimildir, en er enginn sem hefur svona yfirsýn eða eitthvað það að segja bara af hálfu ríkisins hvort við hleypum bara endalaust af einhverjum verksmiðjum inn sem losa þá mögulega endalaust meira af koltvísýringi. Er búið að sleppa alveg einhverju svona landstekkandi heildarlosun á þessu sviði, bara vegna þess að þarna fellur þetta undir sama evrópska regluverkið. Takk fyrir þetta, Andrés. Skipulagsstofnun, gjörðu svo vel.
Já, takk. Já, kannski byrja á þessu varðandi núllkostinn. Almennt er auðvitað áætluð framkvæmd borin saman við grunnástand sem þá einhvers konar núllkostur. Í þessu tilviki þá höfum við líka auðvitað fyrri rekstrartíma sem ástand til þess að bera saman við og kannski það sem var mikilvægast fannst okkur og framkvæmdaraðilar líka að draga fram hvernig ástandið yrði samanborið fyrir rekstrartíma. Þetta vitum við það að samanborið við enga verksmiðju þá eru augljóslega áhrifin neikvæð en það er alveg rétt þessi var ekki stillt mjög skýrt upp samanborið núllkost en samt sem áður lagt mat á það. Hin spurningin endurræsing og skilur milli endurræsingar verksmiðju og endurskoðar verksmiðju. Umhverfismat þessarar framkvæmdar í rauninni bara alveg sambærilegt og í tilviki nýrrar verksmiðju þannig lagað en aftur við höfum samanburð við fyrri rekstrartíma en hvað umhverfismat varðar þá kannski skiptir ekki öllu máli hvort það sé verið að endurræsa gamla verksmiðju eða endurbyggja hana. Svo má komast þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég get svarað þessu öðruvísi. Ég get kannski, ef ég má rétt bæta við til að bregðast við þessari fyrri spurningu Andrésar að þarna þetta þegar kemur að svo leyfisveitingum og skipulagi að þá þetta viðbúið að einhverjar þær breytingar sem að áformar eru kalli á og ljósta eitthvað af þeim kallar á byggingarleyfi Reykjanesbæjar, sérstaklega bara ný mannvirki á lóðinni en jafnframt einnig mögulega einhverjar þær breytingar sem að framkvæmdaraðili áformar á þeim mannvirkjum sem fyrir eru. En hins vegar var það útgangspunkturinn hjá framkvæmdaraðila í umhverfismatinu og endurhönnun verksmiðjunnar að hún rúmaðist innan gildandi deiliskipulags. Þá verður þó að hafa í huga eins og fram kom á fundinum hér fyrir morgun að hluti af þeim mannvirkjum sem þegar hafa verið reist eru ekki í samræmi við gildandi deiliskipulag en þau standa þarna þangað til ákvörðun er tekin annað. Kærar þakkir Umhverfisstofnun, gjörðu svo vel. Já, það voru losunarheimildirnar, Andrés. Já, kerfi byggir á því, losunarheimilda viðskiptakerfisins að því sé eingöngu stýrt í gegnum það kerfi og það var ekki heimilt í raun og veru að setja losunarmörk á sama tíma. Þannig að þessi tvö stjórntæki í gangi sem eiga að stýra því samtímis. Þetta var val hjá Evrópusambandinu að fara þessa leið, viðskiptakerfis í staðinn fyrir annað, öðru var þá hafnað í raun og veru og ég get ekki séð að það sé heimilt þá að hafna starfsleyfi á þeim grunni. Þá yrði að breyta hreinlega lögum til þess að við gætum gert það. Ég sé ekki möguleikana á því. Fyrst að þið minna að setja losunarmörk ekki heimilt, þá get ég ekki séð að það gangi upp. Takk fyrir. Þá það Orri Páll Jóhannsson, gjörðu svo vel og ég minna á tímann. Takk fyrir kærlega og þakka ykkur kærlega fyrir góð svör og innkomu. Mér langar að spyrja bara til skilnings ykkur á Skipulagsstofnun tvennt. Það er réttur skilning að til þess yfir höfuð að verksmiðja geti haldið áfram þá þarf alltaf að breyta deiliskipulaginu og það er rauninni þá getum við sagt ákvörðun annarkvort til þess að breyta því þannig að hún haldi ekki áfram eða breyta því þannig að hún þurfi að halda áfram. Með öðrum orðum, ákvörðunin stjórnvaldsins í Reykjanesbæ hvað það varðar og hin spurningin þekkiði dæmi þess að þar sem áform eins og sambærileg áform eins og eru í Helguvík að skipulagi hafi verið breytt eftir á vegna nýrrar ákvörðunar sveitarfélagsins. Takk fyrir. Umhverfisstofnun, gjörðu svo vel.
Já, ég ætla að fá að grípa þennan bolta formaður en held hann hefur að beina spurningum til okkar á Skipulagsstofnun. Ekki satt? Jú, gjörðu svo vel. Já, takk. Já, bara til að svara því, fljótt spurt þarf að breyta deiliskipulagi ef áformað að heimila ekki þennan rekstur að nýju af hálfu sveitarfélagsins og þá einfalt að svari við því já, það liggur beint við að gera það því að annars sveitarfélagi í þeirri stöðu í rauninni að bera að veita byggingarleyfi og framkvæmdarleyfi sem að leita eftir og í samræmi við þetta deiliskipulag sem í gildi. Spurningin hins vegar þarf að breyta deiliskipulagi ef áformað að heimila reksturinn og hefja þessa starfsemi að nýju. Það aðeins grárra svæði því að uppleggsdagsberg eins og ég nefndi áðan með þeim hætti að fyrirtækið hefur hagað endurhönnun verksmiðjunnar þannig að hún rúmist innan ákvæða gildandi deiliskipulags. Það sem út af stendur þar eru þær byggingar sem þegar hafa verið reistar og í ósamræmi við deiliskipulagið, en þær í rauninni standa þannig þangað til að tekin ákvörðun að gera eitthvað í því. Þannig að það strangt til tekið kallar ekki á breytingu á deiliskipulaginu, þetta væri það betri praxis að deiliskipulagið umfaðmaði þær. Nú síðan það líka svo að í okkar áliti þá drögum við líka fram ýmislegt sem lítur að ásýndaráhrifum verksmiðjunnar sem að gæfi tilefni til ef ætlunin að fara áfram með þessa starfsemi, gæfi tilefni til þess að sveitarstjórn endurskoðaði ákvæði deiliskipulagsins og setti þar ríkari kröfur til hönnunar og frágangs og ásýndar. Hvort til dæmi skipulag sem það sem háttar til nákvæmlega sambærilegu í þessu máli geti nú ekki reitt fram svona með skjótum hætti en auðvitað það hluti af viðfangsefnum skipulagsyfirvalda héraði sveitarstjórna iðulega að endurskoða og breyta fyrir skipulagsáformum sem gerir að verkum að einhver starfsemi sem jafnvel í gangi víkjandi og mun víkja með tíð og tíma og í slíku að þá þetta eða jafnvel mannvirki sem gert ráð fyrir verði rifin og annur komið í staðinn og þá getur reynt að bóta ákvæði skipulagslaga að sveitarstjórn verði bótaskyld gagnvart þeim sem getur sýnt fram að hann verði sérstaklega fyrir tjóni vegna þeirra skipulagsákvæða sem eru teknir. Já, ég skildi spurningu Orra líka þannig til Umhverfisstofnunar að því framalega sem að þetta framkvæmdaaðilinn uppfylli öll skilyrði varðandi skipulag og búnað og annað slíkt að þá sé ekkert hjá Umhverfisstofnun sem getur stoppað það nema þá að sveitarfélagi breytingur. Það alveg rétt skilið, einmitt. Og reglugerðin beinlínis kveður á það að ef aðskilyrði umfellt þá ber að gefa út starfsleyfi. Eins og ég tók fram í upphafi að þá liggur fyrir starfsleyfi en við höfum tekið skýrt fram í bréfi að það þurfi að endurskoða það. Ok, þá það næst Líneik Anna, gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl og takk fyrir að koma hérna. Mér langar bara örstutt að spyrja í ykkar vinnu að hvaða marki hafið þið heimild eða skyldur til þess að líta til annarar atvinnustarfsemi á svæðinu og samspils við hana svo sem heildaráhrifa mengun og slíkt. Ekki meira frá mér. Takk fyrir þetta. Nú gef ég ykkur orðið, Umhverfisstofnun. Í umhverfismati eru skoðuð samlegðaráhrif. Það svona kannski stuttarsvarið og Skipulagsstofnun getur útskýrt nánar hvernig það í raun og veru. Það ekki kannski mikið annað. Birna, vilt þú bæta ykkur við það, segirðu? Nei, en við náttúrulega skoðum þetta í fyrramati mjög vel og komum með ýmsar ábendingar varðandi það að það þyrfti að meta þarna aðra starfsemi með þeirri starfsemi sem þarna var að bætast við inn á svæðinu
og svo á tímabili einmitt farið að staðið á vinna að gera sem sagt sameiginlega vöktunaráætlun fyrir Helguvíkursvæðið, en menn komist ekki að samkomulagi það hvernig ætti að vinna það og þannig það var fallið frá því og hvert fyrirtæki þá með í rauninni í dag sína eigin vöktunaráætlun sem við svo lesum og förum yfir. Ok, takk fyrir. Skipulagsstofnun, gjörðu svo vel. Ásdís. Takk. Við mat á umhverfisáhrifum þá er alltaf metin samlegar áhrif framkvæmda, þess að samspil þeirra tiltekinna framkvæmda með áhrifum af öðrum framkvæmdum og var það skoðað í mati fyrirhugaðs kísilvers og þá samlegar áhrif með öðrum fyrirhugaðum framkvæmdum á sama svæði. Í stuttu máli þá eru benda niðurstöður loftdreifinga líkans og spá styrk til þess að styrkur allra helstu mengunarefna verði undir viðmiðunarmörkum fyrir þær verksmiðjur sem teknir voru með inn í matið. Flott, takk hérlega fyrir þetta og þá var það loka spurning frá Helgu Völu, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þessa fræðslu sem við höfum fengið hér í dag, sem er mjög mikilvæg. En ég ringluð af því að sko nú mátti skilja að sveitarfélagi gæti orðið að einhverju leyti bótaskylt eða breyti deiliskipulagi. En ég er aðeins að velta fyrir mér sko ferlinum ber engin ábyrgð neins staðar. Ég meina hönnuður sem að ekki fer alveg eftir deiliskipulagi og sko ég meina verksmiðjan verður gjaldþrota og svo framvegis sko erum við í alvöru með þannig regluverk að no matter what að þá situr alltaf sveitarfélagið eftir með svartapítur en getur í rauninni ekki brugðist við. Ég tala bara alveg hreint út. Ég nenni eiginlega ekki að pakka þess inn í einhvern skrúð. Bara velta fyrir mér hver bjó til þá leikreglu. Takk fyrir þetta Helga Vala, hún var stutt spurningin en stór. Skipulagsstofnun, hafið þið svar við bótaskyldu út frá skipulagi? Bótaskyldan myndi nú sennilega kalla á annan fund ef ætti að tala það af einhverju viðeigandi nákvæmni en stutta svarið er auðvitað það að bótaskyldu ákvæðin í skipulagslögum ber ekki að túlka svo að allar ákvarðanir sveitarfélagum að breyta skipulagi gera verkum að sveitarfélagi verði bótaskylt sem að gagnvart þeim sem voru fyrir og fleti á viðkomandi svæði það lóð. Það er alls ekki þannig. En það er á allt og langt mál og flókið að fara út í hér á þessum vettvangi núna hvernig það er formulerað í lögunum en það þarf að sýna fram á tjón og það þarf að vera mjög sérstakar aðstæður til þess að bótaskyldu ákvæði skipulagslaga komi til. Spurt hver ber ábyrgð. Það eru auðvitað margir sem ber ábyrgð í þessu máli en hvað varðar akkúrat byggingarnar að þá það auðvitað verkefni og hlutverk byggingaruppfulltrúa sveitarfélags að yfirfara tekníkar sem lagðar eru fram og aðgæta þær sé í samræmi við skipulag. Svo að sú ábyrgð liggur svo sem alveg fyrir hvar hún liggur. Stendur sveitarfélagið uppi með svartapétur. Í þessu máli held ég að það fari ekkert, það er alveg, liggur alveg fyrir að Reykjanesbær er í erfiðri stöðu gagnvart þessu máli og það auðvitað helgast af því að þarna var þessi starfsemi þegar hafin og mannvirkin hafa þegar verið reist á grundvelli þeirra skipulagsstefnu og skipulagsákvarðana sem þá lágu fyrir. Þannig að sveitarfélagið þarf þá núna að ákveða hvað getur þá vill það gera á þessum tímapunkti og eru réttu tólin og tækin til þess að vinna að þeim ákvörðunum í gegnum
breytingar á skipulagi og eða í gegnum annað samtal og samskipti við þá aðila sem þarna eiga hlut. Kærar þakkir fyrir þetta og ég vil þakka gestunum kærlega fyrir komin á fund nefndarinnar og munum eiga góðar umræður síðar einnig. Þannig að við bjóðum þá bara næstu gesti velkomna á fundin. Takk fyrir. Takk fyrir. Þannig bara, þetta bara komið. Maður hefði. Ég vil bjóða velkomna á fundin Ólaf Hrafn Höskuldsson og Ólaf Þórðarsson frá Arion banka, en efni fundarins málefni kísilvers í Helguvík. Gert ráð fyrir að þessi hluti fundarins standi allt að 30 mínútur. Það var Andrés Ingi Jónsson sem óskaði eftir þessum fundi og mun ég gefa honum fyrst orðið. Og eftir að þið hafið svo haft stutta framsögu að þá fá þingmenn kost á að spyrja ykkur, gestir góðir, og þið munið svara eftir spurningu hvers þingmanns í senn. Þannig að Andrés Ingi, gjörðu svo vel. Já, sælir og takk fyrir komuna. Þið hafa kannski fylgst með umræðinni hér fyrir í dag, en það snýst í rauninni ákall bæjarstjórnar þarna í Reykjanesbæ, þar sem að þau upplegast þetta aldrei valdalaus gagnvart þeim framkvæmdum sem að mögulega eru uppi til að endurræsa kísilverið, og við myndum kannski vilja fá ykkur bara til að fara yfir svona aðkomu bankans í gegnum líftíma þessara framkvæmdar. Þið náttúrulega komið að fjármögnun bara frá fyrstu stundu og fáið síðan þrotabúið í rauninni í hendurnar þegar allt fer í skrúfuna, og eru núna að endurræsa þessar hugmyndir að því að virðist ekki allt of mikil sátt við heimamenn. Þannig að það er spurning hvaða bæði að fara í ferlið eins og það lítur við ykkur, hvaða möguleikar eru í stöðun og hvað þið eruð að skoða með sveitarfélaginu varðandi framhald. Það bara gef ég ykkur orðið og bið ykkur að kynna ykkur svo að fólk viti hvor hvað, þú veist það vel. Já, takk kærlega fyrir það. Ólafur Höskuldsson heiti ég, fjármálastjóri Arion banka og stjórnarformaður Stakksbergs, og hér með mér Þórður Ólafur Þórðarsson, lögfræðingur hjá Arion banka og stjórnarmaður í Stakksbergs einnig. Bara svo við kannski taki boltan til að byrja með. Og bara takk fyrir mjög góðar umræður, náðum að fylgjast með mestu af þessu, en mistum aðeins ráðinn hann í lokin. En eins og fram við komið þá tók náttúrulega bankinn þessa eign yfir 2018 eftir skuldauppgjör, og eins og allir hér vita þá átti verksmiðjan við mikinn rekstrarerfiðleika að etja í upphafi, og sem var til þess að í raun rekstrarleyfið var tekið af félaginu og það endaði með gjaldþroti, og þar með eignast bankinn eignir Stakksbergs í þessu skuldauppgjöri. Og hvaða eignir eru þetta í raun, og það það sem kannski svolítið lykilhluti í þessu, að í þessari eign felst 15-20 milljarða fjárfesting í innviðum til kísilframleiðslu. Og það er ljóst að þrátt fyrir það að bankinn svo sem búinn að færa þessari eign mestu niður í bókum bankans, þá felst ábyrgð í því að halda á þessari 15-20 milljarða fjárfestingu. Og það í raun þessi ábyrgð sem hefur verið það leiðiljós í okkar verkefni fram á vegi. Og þegar maður talar þessa ábyrgð þá felst vissulega ábyrgð í því að skoða gangsetningu á verksmiðjunni, en það felst að sama skapi mikil ábyrgð og sóun í því að rífa niður þessa 15-20 milljarða og ekki kanna til hlítar hvort að hægt sé að gangseta þarna verksmiðju sem hægt að reka í sátt við eins góðri sátt í samfélagi og hægt og í takt við kröfur þeirra stofnana
og eftirlitsaðila sem eru viðeigandi. Og í raun hefur þessi vinna, við höfum verið að vinna með þetta í raun að leiðiljósi undanfarin ár og höfum verið að skoða alla í raun, við höfum bara verið að vilja skoða til hlítar allar möguleikar í stöðinni og þar eins og fram hefur komið eru, þú veist, í fyrsta lagi náttúrulega að rífa verksmiðjuna. Í öðru lagi að skoða hvað þarf til og hvaða dæmi eru til þess að hægt sé, hvað þarf til að gangsetta verksmiðjuna í sátt í samfélagið. Og svo að lokum skoða aðra möguleikana á notkun þessa innviða. Og ég held að, þú veist, í stuttu máli þá hefur þessi, og varðandi það að gangsetta verksmiðjuna í, þá það, þú veist, á höfum við haldið til streitu þessu ferli, að vinna með umhverfisstofnun, vinna með skipulagsstofnun, fara í gegnum ferli til að hvað þarf til og hvað hægt að gera til að koma þessu á stað. Og í öðru lagi, sem náttúrulega mjög mikilvægt í því, að bankinn, við erum bankamenn, við erum ekki sérfræðingar í sílikonframleiðslu eða framkvæmdum á sílikonverksmiðju, það ljóst. Og það hefur alltaf legið fyrir frá upphæfi í þessu ferli hjá bankanum að það verður ekki farið í þetta nema með aðila sem hefur þekkingu og reynslu viðeigandi á þessu sviði og það hefur verið lykilhluti síðustu ár að kanna hvort það hægt að finna þennan aðila. Og það eins og fram hefur komið, þá náttúrulega erum við í dag með viljayfirlýsingu við aðila sem hefur eins nærtæka reynslu og þekkingu og í raun hægt PCC að reka eins og fram hefur komið verksmiðju á Húsavík, á Bakka við hliðina á Húsavík og þetta í raun bara rökrétt staða sem við erum í þessu ferli. Þetta viljayfirlýsing eins og fram hefur komið, það hefur engin ákvörðun við tekin, það engin kaupsamningur komin. En við höfum farið gegnum ferli með umhverfisstofnun, skipulagsstofnun og nú erum við að ræða og taka samtali við aðila sem hefur þessa þekkingu og reynslu. Og það í raun staðan í málinu. Ég veit ekki hvort Þórður vill bæta einhverju við það? Nei. Ég held að þetta raunverulega súmmerir stuðuna upp ágætlega. Það liggur svo sem alveg fyrir og hefur alveg komið fram í morgun að ófarir verksmiðjunnar í upphafi. Þær eru að rekja til tvenns. Það að rekja til þess að verksmiðjan sjálf var vanfjárfest og til staðar innan fyrirtækisins voru ekki nægjanlegir innviðir eða nægjanleg þekking hreinlega til þess að tryggja hnökralausan rekstur á þessu fyrirtæki. Fyrir utan það að rekstraraðilinn sjálfur hafði ekki til að bera nægjanlega þekkingu til þess að standa að þessu með forsvaranlegum hætti. Og eins og Ólafur vékaði hér áðan að þá hefur raunverulega öll vinnan sem hefur átt sér stað á tímabilinu frá því að rekstri United Silicon lauk og til dagsins í dag, hún hefur miðað að því að skilgreina það hvað þarf til þess að það sé hægt að reka þetta fyrirtæki með forsvaranlegum hætti, með samskonar hætti og við sjáum stöðugan rekstur PCC á Bakka og með sama stöðu á hættinum og við sjáum þau 13 kísilver sem eru rekin í nágrenni byggðar í Noregi og hafa verið rekin þar svo áratugum skiptir án þess að nærsamfélögum standi ami af. Og það raunverulega þetta sem hefur kristallað raunverulega alla okkar aðkomu að verkefninu. Það það að, eins og Ólafur sagði, að gera kleift að nýta þessa 15 til 20 milljarða fjárfestingu sem að þarna fyrir hendi en gera það jafnframt með forsvaranlegum hætti og gera það á þann veg að nærsamfélaginu standi ekki ami af þessu. Kæra þakkir fyrir þetta og þessu umræðu. Mér langaði kannski bara að koma með tvær stuttar spurningar til ykkar. Hver eru þá þessi næstu skref hjá ykkur í þessu og eru þið með einhverja tímalínu framöndan? Það kannski bara þetta, hver eru næstu skref í því að komast að þessari niðurstöðu og hvaða tíma sjáðu fyrir ykkur þetta tæki? Já, þessi viljayfirlýsing snýst það sem í gangi núna er raun áreiðanleikakönnun.
PSC og í því felst svona tæknileg skoðun og á framkvæmdarplaninu og öðru. En í því felst einnig ákveðin bara skoðun á samfélagsumræðinni og það hluti af áreiðanleikakönnunni að hvernig sú umræða fer og verður næstu mánuði og tímalínan er í raun svona framundir mitt ár, í talið í mánuðum. Takk fyrir það. Þá næst ætlar að fá að spyrja Helga Vala Helgadóttur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir ykkar yfirferð. Mér langar bara aðeins að spyrja út í hvort að einhverjir aðrir fjárfestar í einhverjum öðrum greinum mögulega hafi verið í einhverju samtali við ykkur þegar þau vita að við erum að skoða framtíðina þarna á svæðinu og mögulegar fjárfestingar og mögulega að geta nýtt eitthvað ykkar fjárfestingu, hvort að þið hafið heyrt í einhverjum öðrum en PSC. Ég get svo sem byrjað. Við höfum undanfarin ár átt samtal við tugi fjárfesta og margir komið með ýmsar hugmyndir og bæði varðandi framleiðslu á sílikonum þarna, varðandi flutning á verksmiðjunni og önnur not fyrir innviðin. Það alveg ljóst að í þessum samtökum, í fyrsta lagi hafa engin skuldbundandi í raun tilboð komin á borði frá aðilum sem sjá önnur not fyrir þessi innviði. Það hefur verið ljóst náttúrulega í mörg ár að þessi verksmiðja til sölu, þannig að það hefur ekki vantað auglýsingar á því. En það er einnig ljóst að varðandi fyrsta punktinn, þegar við erum með þessi innviði í höndunum, 15-20 milljarða innviði, að öll önnur not, og við höfum unnið ítarlega skýrslu til dæmis með Íslenskri verkfræðistofu á þessu, öll önnur not á þessum innviðum, þau munu aldrei komast nálægt því að nýta þessi 15-20 milljarða innviða einhverju mæli. Og þannig að það er alltaf mestu not af þessum innviðum í raun augljóslega kannski kísilframleiðsla. Og þess vegna það alltaf sem við höfum verið að skoða samhliða öðru. En við höfum verið opnir fyrir tilboðum, við höfum opnir fyrir hugmyndum, við höfum verið að leitast eftir því með, eins og ég segi, með því að vinna þessa skýrslu með Íslenskri verkfræðistofu á öðrum notum og kynnt þær hugmyndir. En það hefur ekki leitt inn þetta niðurstöðu. Takk fyrir þetta. Þá næst það Andrés Ingi Jónsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Má ég nú sjá, já, með 2 spurningar. Í fyrsta lega því að þið talið þarna 15-20 milljarða innviðafjárfestingu sem þið eru með í höndunum. Þið fenguð þetta í skuldauppgjöri þar sem að vantilega allir fjárfestar sem koma að þessu í upphafi töpuðu sambærilegri upphæð, einhverjum 15-20 milljörðum. Hvort þið getið farið aðeins yfir hversu mikið af þeirri fjárfestingu hafi verið tap bankans og hversu mikið til dæmis tap lífeyrissjóða og hvort sé þá rétt skiljað að ef að þið komið þessum eignum í verð að þá vantilega fá lífeyrissjóðirnir ekkert, heldur bara þið sem fenguð þrotabúið í skuldauppgjöri. Og síðan spurning hvort að þessu þrotabúið hefur fylgt einhverjar ívilnanir eða einhverja aðra skuldbindingar frá hinu opinbera sem að geri mögulegan díl eitthvað meira aðlaðandi fyrir mögulega kaupendur, hagstæðir orkusölusamningar eða hvað það eða hvort þetta sé bara þessi verksmiðja sem að stendur þarna við Helguvík ein og bér. Rétt að ég svari þessu þegar við tölum 15-20 milljarða þá erum við raunverulega að tala kannski þann beina fjárfestingakostnað sem hafði verið varið til uppbyggingar á mannvirkinu sem slíku. Ég heldur reyndar að lýstar kröfur í búið hafi verið hærri, mér minnir að það hafi verið í kringum 23 milljarðar króna. Þannig að það er algjörlega ljóst að það urðu ansi margir, ekki bara þessi banki hér og lífeyrissjóðir, heldur aðrir aðilar einnig sem hafði selt þessu fyrirtæki þjónustu og vörur urðu fyrir mjög miklu skakkaföllum vegna þessa gjaldþrots United Silicon. Ég held að ég fari rétt með að tap Arion banka þessu hafi verið nálega 12 milljarðar. Hins vegar var það þannig kannski ólíkt að því þú spyrð lífeyrissjóðina
að aðkoma Arion banka og lífeyrissjóðanna var í upphafi mismunandi. Lífeyrissjóðirnir voru þarna í upphafi eigendur skuldabréfa sem að voru eða mynduðu raunverulega eiginfjárígildi inn í United Silicon, meðan Arion banki raunverulega var með framkvæmdafjármögnun verkefnisins sem að til stóð síðan í upphafi að yrði endurfjármögnun hreinlega með skuldabréfaútgáfu á almennu markaði þegar reksturinn á fyrirtækinu yrði kominn á rekspöl. Það fól í sér að bankinn átti í raun og veru eins og bara hefðbundið með svona framkvæmdafjármögnun, að þá átti bankinn raunverulega öll helstu veðin, meðan lífeyrissjóðarnir voru raunverulega rétt lægri fjármögnunaráætlun. Það raunverulega kannski sá mismunur á réttastöðu aðila sem verður til þess að bankinn raunverulega gengur að sínum veðum í tengslum við það að United Silicon verður gjaldþrota. Áður en til þess kom hins vegar að þá var mikið reynt til þess að ná fram nauðasamningum í United Silicon til þess að reyna að samþætta hagsmuni allra þessar kröfuhafa sem voru þarna við borðið, til þess að raunverulega allir svona fengju eitthvað fyrir sinn snúð. Hins vegar var það ljóst raunverulega og var það ljóst undir rekstri eða meðan á undirbúningi nauðasamningsins stóð að það náðist ekki samkomulag milli kröfuhafa virði verksmiðjunnar, og utanaðkomandi aðilar voru fengnir til þess að meta virði rekstrarins, og þeir raunverulega mátu reksturinn þannig að virði hans væri í raun og veru lægra heldur en kröfur Arion banka einar og sér. Þá að teknu tilliti til þeirra fjárfestinga sem að vera nauðsynlegar til þess að tryggja reksturinn. Og það raunverulega kannski brestur á því að það náðist ekki samkomulag þessi efni sem að verður til þess að félagi verður gjaldþrota og verður til þess að bankinn fær þessa eign í fangi með þeim hætti sem var. Takk fyrir þetta, og þá á lokum ætlar Njáll Trausti Friðbertsson að spyrja, gjörðu svo vel. Fyrirgefðu formaður, það vantaði þarna með seinni spurninguna hvort það fylgdu búin einhverjar ívilnanir eða skuldbindingar frá hinu opinbera. Afsakaðu það, Andrés. Þegar bankinn gengur að veðunum sínum, að þá raunverulega fylgir starfsleyfi sem að veittir af Umhverfisstofnun. Það var raunverulega það sérstakur ferill í lögum sem að mælir fyrir það hvernig unnt að framselja starfsleyfi frá einum rekstraraðila til annars, og sá ferill var nýttur til þess að færa starfsleyfið frá raunverulega United Silicon yfir til Stakksbergs, þannig að Stakksberg nýtur í dag starfsleyfis Umhverfisstofnunar og gerir fram til ársins 2030. Og raforkusamningur fylgdi ekki, en Stakksberg gerði á árinu 2018, sumarið 2018, nýjan raforkusamning við Landsvirkjun, sem að efni til ekki ósvipaði þeim sem að United Silicon naut, en hins vegar raforkudreifingarsamningur sem að United Silicon naut við Landsnet, hann glataðist við gjaldþrotið og ný slíkur samningur hefur enn ekki verið gerður. Fyrir hendi milli United Silicon og ríkisins var ívilnanasamningur, svona hefðbundinn fjárfestingasamningur, og við kusum að yfirfæra ekki þann samning, þannig að það fylgja þessu nýja fyrirtæki Stakksbergi fylgja engar gulrætur frá ríkinu. Takk fyrir. Þá var það Njáll Trausti, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir þetta. Mér langaði rétt að spyrja, Óla, þú komst aðeins inn á áðan að það veri vanfjárfest í verksmiðjunni í framkvæmdahliðinni í byrjun og það sé nú hluti af skýringunum og svo höfum við nú heyrt ýmsar fréttir af þessu máli. Þetta er svona svolítið hörmungasaga allt saman. En nú varðandi möguleikann að taka niður verksmiðjuna bita fyrir bita og endurreisa hana annar staðar. Svona tilfinningi er að það var ekki mikið úr því að hafa í sjálf og sér er náttúrulega langstæðstu hlutin að hafa með að hafa hana staðsetta þarna. Sko, getið þið gefið okkur eitthvað mat, hvað það þýddi, hversu opnir eru með það, að taka niður verksmiðjuna til að setja hana upp annar staðar. Hvers konar ferli það geti verið og svona í verðmætu líka, efnislegu verðmæti hljóta liggi því að verksmiðjan sé bara staðsett í Helguvík eins og hún er. Og síðan sé fjárfestans meiri til að koma inn í eitthvað form, þannig að hún sé ekstra hæf. Hvernig metið þið þetta hjá bankanum? Bara eins og ég sagði upp á því, þá höfum við í raun kannað alla möguleika og þar með talið þennan og við létum vinna ítarlega skýrslu möguleikan á því að taka niður verksmiðjuna og flytja hana annað og það er vissulega möguleiki en það er kostnaðarsamt og við höfum átt samtal við rekstraraðila út allan heim þennan möguleika og niðurstaðan er í raun eitt upplegg frá aðila sem í raun var mjög óskuldbindandi, skilaði í raun voru grunnurinn að því væri í raun bara eigendaskipti á vandamálinu fyrir ekki neitt og þar með allar eignir bara Stakksbergs en þetta er vissulega verið eitthvað sem við höfum verið opnir fyrir og hefur verið hluti af skoðuninni en eins og þú segir þá felst nýting á þessum innviðum hún er alltaf best það sem augljóslega það sem innviðin eru í dag. Nei, það er náttúrulega bara má ekki gleyma því eins og Ólafur segir að þarna hefur náttúrulega verið varið til mjög miklum fjármunum til þess að byggja upp rekstur sem að þarf að vísu nokkra fjárfestingu til þess að það sé hægt að raunverulega fullklára þessa verksmiðju en raunverulega það tjón sem að þarna yrði á hagsmunum við það yrði ekki við það að flytja verksmiðjunni í burtu það er bara svo óskaplegt að það er raunverulega ekki efnahagslega boðlegur kostur. Við þökkum ykkur alveg kærlega fyrir komu á fund umhverfis- og samgöngunefndar og ræða málefni við okkur og þannig ég þakka ykkur bara fyrir komuna og segi fundi slitið. Kærar þakkir fyrir að bjóða okkur. Takk fyrir.